Prófa hljóð, 1, 2, 1, 2. Testa aftur hljóð, 1, 2, 1, 2.
Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 20. og 1. janúar 2026 og hefst núna klukkan 14 hér í Ráðhúsinu. Þessi fundur númer 1622 í röðinni. Eyþór Harðarson af D-lista boðaði forföll og í hans stað situr fundinn Rut Haraldsdóttir. Á dagskrá fundarins eru 17 mál, þau eru eftirfarandi: umræða samgöngumál, 2 breytingar á bæjarmála samþykkt Vestmannaeyjabæjar, seinni umræða, 3 íbúakosning 2026 þróunarsvæði M2, 4 samningur Herjólf, 5 þjóðlendakröfur Íslenska ríkisins, Vestmannaeyjar, 6 opinber heimsókn forseta Íslands, 7 tillaga fýsileikakönnun á byggingu sjúkrasundlaugar, 8 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 431, 9 fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 323, 10 fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 401, 11 framkvæmda á hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 329, 12 bæjaráð Vestmannaeyja, fundur 3250, 13 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 432, 14 umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 433, 15 bæjaráð Vestmannaeyja, fundur 3251, 16 fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 324 og 17 fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 402. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir. Forseti. Já, það alltaf nóg að gera í samgöngumálum eyjamanna og við myndum stundum vilja bara að það væri minna að gera því þá væri þetta í lagi. En það sem við ætlum kannski og myndum vilja fara hans yfir hér samgönguáætlun sem mælt var fyrir síðastliðinn mánudag í þinginu, sem svo áætlun sem hafi verið kynnt fyrr og bæði búið að fjalla í bæjarráði og í hópi bæjarfulltrúa sem fóru og hittu þingmenn Suðurkjördæmis í síðustu viku og lýstu áhyggjum af stöðunni eins og hún í þessari samgönguáætlun og það verður bara að segjast eins og í ljósi þess hvernig var talað hér þegar var verið að leggja á veiðigjöldin síðasta sumar. Þrátt fyrir mikil mótmæli mjög margra á landsbyggðinni og sérstaklega náttúrulega þessara sveitafélaga sem eru með þessi fyrirtæki hjá sér og samtaka sveitafélagi sjávarútvegi, að þá var talað að þetta ætti að fara í innviðauppbyggingu. Og þeir sem tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og í forsvari fyrir þessum málaflokki hjá ríkinu tala eins og þetta sé eitthvað það besta sem hefur komið fyrir okkur öll, þessi samgönguáætlun. Hún gríðarlega flott og hún frábær og kyrrstaðan rofin og það verður farið að bora og allt saman. Svo þegar var að fara að kafa ofan í þetta, þá eru til dæmis almenningssamgöngur á landsbyggðinni skertar og ef við förum enn lengra ofan í það sem snýr að okkur, þá náttúrulega ekkert nema það að það minnst á það að Vegagerðin muni styðja við félagið Eyjagöng varðandi rannsóknir, en ekkert annað jákvætt í þessari samgönguáætlun í rauninni fyrir okkur. Og það alls ekki verið að bæta neinu í okkar samgöngur og það heldur ekki verið að horfa til þess að hér eru gríðarlega mikilvægar framkvæmdir sem að þarf að fara á stað með og fóru bæjarfulltrúar bara mjög vel yfir þetta með þingmönnum. Þetta rekstur Herjóls og dýpkun í Landeyjahöfn og útboðið og hvernig kröfurnar eru í útboðinu, en það ekki við Vegagerðina eða einn að sakast nema fjárheimildirnar. Það bara ekki gert ráð fyrir meiri pening í þessa dýpkun sem náttúrulega algjörlega óboðlegt. Ekjubrúin sem var orðin mjög, Vegagerðin var virkilega hrædd 23 og það var skilað minnisblaði inn til innviðaráðherra bæði lóðsinn sem líka komin á tíma og við viljum að komist inn í hafnabótasjóðinn og ekjubrúna, að það væri nauðsynlegt að koma þessu framar í röðina vegna þess að þetta komið á árið 29 ekjubrúin og lóðsinn bara inn í framtíðina. Og svo þetta rannsóknir á stórskipakant og Eiðinu, ekki gert fjármagn í það. Það heldur ekki gert ráð fyrir fjármagni til þess að vinna eftir því sem á að koma út úr frá dönsku straumlínustofnuninni varðandi breytingar á Landeyjahöfn. Og það bara
allt sem við höfum tínt upp það er bara svo ótrúlegt að hlutirnir hafa bara verið teknir, það er öllum hnikað til og seinkað, það er uppreiknað bara það sem að var í áætluninni fyrir og svo reyna menn að spara til að eiga fyrir verkefnunum sem eru komin á stað. Að því samgönguáætlunin hefur ekki samþykkt síðan 2020 og ekki uppreiknuð. Og þið getið ímyndað ykkur verðið á því sem búið var að samþykkja, hvað verðlag og annað hefur hækkað. Þannig áætlunin er auðvitað bara ekki góð og ætli ég er ekki að ýkja því ég held að 60 sveitafélög að 62 séu á mótinni. Þannig að það er rosalega skrítið að hlusta á ráðherra í pontu og tala hvað þetta er frábær áætlun. Og svo eru þetta það sem við fengum nú upplýsingar varðandi hlutfall ríkisstyrkja og hafnarframkvæmdir að þeir getum við ekki breytt því í samgönguáætlun sem er þingsályktunartillaga. Þetta er auðvitað lagabreyting. Og svo er þessi kostulega stjórnsýslugreining sem Herjólfur fellur undir sem að Herjólfur sé almenningssamgöngur. Við náttúrulega getum aldrei sætt okkur við það. Þetta er okkar þjóðvegur og við höfum ekkert val. Við getum ekkert farið í val að fara í strætó eða einkabíl. Þetta er bara okkar samgöngur. Og svo fórum við líka við flugsamgöngurnar og enn er beðið eftir því að við fáum í hendurnar skýrslu innanlandsflugið sem átti að koma til okkar fyrir jól og fleiri sveitafélaga sem eru búin að vera í þessu samtali við Vegagerðina. Hún liggur fyrir en við höfum ekki fengið hana en við erum búin að óska eftir í formulega núna. Og svo auðvitað sem er það eina kannski það svona ánægilega sem er búið að vera, sem ég nefndi áðan, eru göngin, að það var gríðarlega góður og bara skilmerkilegur og ég vil segja vandaður og bara raunsær fundur sem var haldinn hérna varðandi uppbyggingu Eyjaganga og hvernig þeir forsvarsmenn þeirra félags að halda á þessu máli er alveg til fyrirmyndar. Þeir eru að gera þetta mjög vel og þeir vanda til í öllu sem þeir eru að gera og ég bind bara gríðarlega mikla vonir fyrir okkar hönd að þetta verkefni geti bara haldið áfram eftir þeirri tímalínu sem þeir leggja fram og eins og framkom á fundunum þá hefur bæjarstjórn stutt við þetta og er algjör samstæða í bæjarstjórn það að þetta skiptir gríðarlega miklu máli þetta verkefni. En áhrifin á sveitafélagi ef að þetta fer óbreytt í gegn geta bara orðið, já við skulum segja bara ekki góð og samfélagslega áhrif til dæmis skerðingar og þjónustu Herjólfs eru algjörlega óboðlegar og það sýna okkur allir mikinn skilning, gríðarlega mikinn. Skilja allir að þetta sé alveg agalegt. En nú, eins og einn þingmannanna sagði, nú komið þið aftur og hittið okkur eftir einhver tíma og þá förum við listan og sjáum hverju við erum búin að ná fram. Þannig það verður áhugaverður fundur hjá bæjarstjórn og við munum ekki láta líða langan tíma þangað til við tökum þann fund. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust undir þessum liði les ég svofellda innbókun. Bæjarstjóri fór yfir fund bæjarfulltrúa með þingmönnum Suðurkjördæmis sem framfór síðastliðinn miðvikudag. Farið var yfir samgönguáætlun og þá þætti sem snúa að Vestmannaeyjum. Innviðaráðherra mælti fyrir áætluninni í þinginu síðastliðinn mánudag. Bæjarfulltrúar lýstu áhyggjum af samgönguáætlun í heild sinni eins og hún snýr að Vestmannaeyjum og settu meðal annars fram gagnrýni á áætlaða skerðingu til reksturs ferja og þar með reksturs Herjólfs sem og dýpkunarmála í Landeyjahöfn. Það er að segja þess fjármagns sem gert er ráð fyrir til dýpkunar. Einnig frestun á nýrri ekjubrú fyrir Herjólf mörg ár og ýmsa þættir snúa að höfninni, svo sem ekki sé gert ráð fyrir fjármagni í rannsóknir á stórskipakanti. Framkvæmdum við Básarskipsbryggi verði frestað, frestun framlaga til nýs lóðsbáts og lagt er til að framlag ríkisins til hafnabótasjóðs verði skert verulega. Síðast en ekki síst gerðu bæjarfulltrúar athugasemd við það að Herjólfur væri skilgreindur sem almenningssamgöngur sem getur engan veginn talist ásættanlegt enda þjóðveginn að ræða. Orðið er laust samgöngumál. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já. Það var áhugavert að sitja hjá fund með þingmönnum Suðurkjördæmis fyrir viku síðan þar sem var verið að ræða samgönguáætlun og þau áhrif sem að hún mun koma til með að hafa á Vestmannaeyjar og hennar framtíð. Og líkt og bæjarstjóri fóru yfir þá verður áhugavert að sjá hvort þau orð sem þingmenn og formaður samgöngunefndar höfðu uppi
og hvort að þeim verði fylgt eftir á borði en ekki bara í orði. Það er líka auðvitað merkilegt á sama tíma eins og var búið að fara hér yfir í máli bæjarstjóra að það sem er verið að skrúfa upp skattheimtuna á landsbyggðinni, sama hvort það er í veiðigjöldum, kílómetragjaldi eða hverju svo sem er, að þá á að skerða framlög vegna samgangna. Og í rauninni, líkt og bæjarstjóri fór yfir, hvar sem fæt er sett niður. Hafnir á landsbyggðinni munu hafa takmarkari möguleika á framlögum frá hafnabótasjóði til nýframkvæmda í þessum breyttu reglum. Byggðin hér virðist ekki eiga að fá að njóta þeirra auknu skattheimtu, heldur skal hún skilast lóðbeint á höfuðborgarsvæðið. Þess má líka geta að nú hefur hækkandi orkukostnaður, sem hefur verið mikið til umræðu, hækkandi orkukostnaður að heimila á höfuðborgarsvæðinu, en Reykjavíkurborg reiðir sig einmitt að stóru leyti á risavaxnar arðgreiðslur frá orkufyrirtækjum til að ná sinni yfirbólgnu fjárhagsáætlun saman. Frá orku landsmanna, sem svo oft er talað er þessi sameiginlega auðlind sem að við eigum öll þjóðin og þetta nýtir Reykjavík til að púsla saman sínum yfirkeyrðu ásetningum. Orkan þar er ekki skattpínd á sama veg og sjávarútvegsauðlindir landsbyggðarinnar sem virðast vera meiri sameiginlegar auðlindir en aðrar. En er það alveg augljóst að það er ekki sama hvort þessi jón eða sveitajón sem á skattpína. En ég vil fá að hrósa sérstaklega líka þar sem við erum að ræða hér samgöngumál bæjarbúum fyrir hreint út sagt frábæra mætingu á kynningafund Eyjaganga sem var mjög flottur fundur og þakka stjórn þeirra fyrir greinagóðan og skemmtilegan og sjónrænan fund. Bæjarbúar voru virkilega jákvæðir, vongóðir og forvitnir framkvæmdina og það er augljóst að það er hugur í fólki og von og ég vil bara þakka bæjarbúum fyrir þennan mikla áhuga á málinu og við munum fylgja því að sjálfsögðu áfram eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Umræðunni er lokið en ég les hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn tekur undir áhyggjur bæjarráðs af samgönguáætlun sem óbreytt myndi þýða skerðingar á framlögum og seinkun framkvæmda sem koma niður á Vestmannaeyingum meðal annars með skertri þjónustu. Bæjarstjórn Vestmannaeyja skorar á ráðherra og þingmenn að tryggja það að tekið verði tilliti þeirra athugasemda sem komið hefur verið á framfæri og verður áfram fylgt eftir. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar, seinni umræða. Fyrir liggur tillagan sem frá fyrri umræðu sem var rædd hér og felur í sér tæknilega breytingu á starfsheitum framkvæmdastjóra í sviðsstjóra. Fer nú fram síðari umræða þessa tillögu og orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, umræðu lokið og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umræddar breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar gjöri svo vel og gefi merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir þriðja mál á dagskrá, íbúakosning 2026 þróunarsvæðið M2. Þessu máli er vísað til, hér er nú orðið ruglingur á pappírum, er vísað til bæjarstjórnar frá bæjarráði. Ég held að ég lesi þessar tillögur, áður heldur en ég gef orðið laust þetta. Og þær eru í rauninni tvískiptar, annars vegar fyrirkomulag og hins vegar spurninguna sjálfa. Eðli kosningar, í fyrsta lagi, íbúakosningin verði ráðgjafandi, ekki bindandi, en það er ekki það hægt á þessum tímapunkti, með það markmiði að tryggja lýðræðislega þátttöku og veita sveitarstjórn skýra mynd af vilja íbúa áður en teknar eru ákvarðanir uppbyggingu á þróunarsvæðinu M2. 2. Kjörskrá lágmarksaldur verði 18 ár og miðast við þann dag sem einstaklingur hefur náð 18 ára aldri. Rétt til þátttöku í íbúakosningu megi sömu borgarar og eiga rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningu. Kjörskrá fyrir íbúakosningu verði því samskonar og kjörskráin fyrir sveitarstjórnarkosningar. 3. Kjörstjórn verði svo sama og sér sveitarstjórnarkosningarnar og var skipuð af bæjarstjórn á fundi nr. 1584 á fundi þann 9. júní 2022. Hlutverk hennar er meðal annars að sjá undirbúning og framkvæmd íbúakosningar
samanber 5. grein reglugerðar íbúakosningar í lögum númer 922 frá 2023. Jafnframt lagt til að kjörstjórn verði falið að ákveða staðsetningu, skiptingu í kjördeildir, fyrirkomulag innan þeirra og opnunartíma íbúakosningar. Skilyrði að íbúakosningin fari fram á sama tíma og sveitarstjórnarkosningarnar þann 16. maí 2026. Og tillagan að spurningu er svohljóðandi: ertu fylgjandi því að Vestmannaeyjabær skoði möguleika á uppbyggingu á þróunarsvæðinu M2 sem fór undir hraun í gosinu 1973. Nú orðið laust þessa tillögu. Margrét Rós Ingólfsdóttir, skjölsvöld. Forseti, hér við að ræða tillögu íbúakosningu það hvort að kanna möguleika á uppbyggingu á þróunarsvæði M2 sem svæði sem fór undir hraun í gosinu árið 1973. Þetta stórt og viðkvæmt mál, bæði fjárhagslega og sögulega, og því skiptir máli að nálgast af ábyrgð og ekki síður á raunsæi. Spurningin sem leggja á fyrir íbúa mjög opin. Íbúar spurðir hvort kanna möguleika á einhverju án þess að fyrirliggi frekari upplýsingar til dæmis kostnaðarmat eða raunhæfa áætlun. Slík könnun segir okkur því lítið það hvort fólk styðji raunverulega framkvæmd. Heldur aðeins að ræða almenna hugmynd eitthvað sem kann aldrei að verða veruleika. Álíka opin spurning geti til dæmis verið: ertu hlynntur því að Ísland vinni EM í handbolta? Að mínu mati þessi könnun algjörlega ótímabær og öllum líkindum verður ekki ráðist í slíka uppbyggingu í náinni framtíð. Á meðan stöndum við frammi fyrir fjölmörgum öðrum verkefnum sem kalla á forgang, til dæmis hagsmunabaráttu við ríkisvaldið, uppbyggingu í innviðum og þjónustu við íbúa. En við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við hefum staðið með íbúalýðræði á þessu kjörtímabili og því síðasta, og við kusum því ekki gegn því að leita álits íbúa vegna málsins, en ákvarðanir framtíðarinnar geta ekki byggt á vilja þeirra sem kusu hana einhvern tímann í fortíðinni. En ég skil þó að meirihlutin vilja standa við sín kosningaloforð auki íbúalýðræði. En aukið íbúalýðræði á að vera verkfæri til að hafa skoðanir á og eftir atvikum taka ákvarðanir samtíma mál. Ekki formsatriði sem notað til að tikka í box þegar kjörtímabil að renna á enda. Raunverulegu vilji væri til að fá skýra afstöðu íbúa í máli sem sannarlega samtíma mál, hefði spurningin í íbúakosningunni núna í maí að sjálfsögðu átt að vera: ertu hlynntur eða andvígur því að setja minnisvarða á eldfjallið? Og ég ætla að fá að lesa bókun með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja umrædda íbúakosningu með öllu ótímabæra en leggjast þó ekki gegn henni. Undirrituð telja að önnur og fleiri verkefni hefðu getað hentað betur í íbúakosningu á síðustu 2 kjörtímabilum á meðan núverandi meirihluti H- og E-lista hefur verið við völd, ef raunverulegu vilji hefði verið til að auka íbúalýðræði eins og meirihlutin lofaði kjósendum fyrir kosningar síðastliðin 2 kjörtímabil. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Njáll Ragnarsson, Gjörðsvöld. Forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu og hún er að mörgu leyti góð og auðvitað alltaf hægt að takast á það hvað á að kjósum og hvað á ekki að kjósum. Og ég ætla að leyfa mig það, þó að við Margrét Rós Ingólfsdóttir bæjarstjóri verðandi séum ósammála margt, að þá held ég að við getum sammælst það að kjósa einmitt það hvaða lið á að verða Evrópumeistari í handbolta. Og ég held að við myndum kjósa sama. Mér finnst persónulega, ætla ég að lýsa því að mér finnst þetta svæði, þessi kosning finnst mér vera svona algjörlega lýsandi það sem á að kjósa Þarna erum við með svæði alveg niður í miðbæ sem er mjög skiptar skoðanir eins og bara við höfum rætt hér margoft.
hvort að það eigi að taka þarna sneið af Nýja Hrauninu og skipuleggja hana undir íbúabyggð. Í mínum huga er þetta algjörlega lýsandi það sem að íbúar eiga geta sagt sinn hug hvort sem að við erum á móti því eða með því, og ég held að það sé engar pólitískar línur í því hvernig fólk líst á það hvort að það eigi að skipuleggja þetta svæði eða ekki. Ég held að þetta sé svona, en sko í mínum huga er það sem að þetta mál snýst það er að þessi kosning, hún er náttúrulega ekki bindandi á nokkurn hátt fyrir þá næstu bæjarstjórn sem að mun síðan fá niðurstöðu þessara kosninga inn á borð til sín og tekur þá endanlega ákvörðun það hvort það eigi að skipuleggja þarna eða ekki. En heldur þetta bara svona ákveðin eins og bæjarfulltrúi Margrét Rós lýsir þessu, þetta er ákveðin skoðanakönnun og til ráðgjafar til næstu bæjarstjórnar. Við erum með svæði upp í Löngulág sem og ég vona að ég sé ekki fara hér með rangt mál, en ég held að það sé 2,5 hektari sem að íbúðahverfi þar á að vera, síðan er sem sagt, skólahverfi þar líka eða hvernig það var orðað, en þannig erum við með 3,5 hektara sem að býður upp á rosalega mikil tækifæri og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við fáum og leiðum í ljós hug íbúa til þessa svæðis. Þannig að ég held að þetta sé hið besta mál að kjósa þetta. Mér langar með leyfi forseta að lesa stutt og snakkarlega bókun meirihlutans hér í bæjarstjórn við þessu máli. Undirrituð lýsa ánægju með að bæjarbúar fái að segja hug sinn til mögulegar uppbyggingar á þróunarsvæði M2 í miðbænum. Kosningin er ekki ráðgjafandi og þar af leiðandi ekki bindandi fyrir næstu bæjarstjórn. Er ráðgjafandi, sagði ég, ekki ráðgjafandi. Og forsetinn sparkaði ekki einu sinni í mig. Það er mikið frelsi. Kosningin er ekki ráðgjafandi og þar af leiðandi ekki bindandi fyrir... Er ráðgjafandi, Jesús minn! Er ráðgefandi og þar alveg ekki bindandi fyrir næstu bæjarstjórn. Mikilvægt er að íbúar fái að segja hug sinn varðar framtíðar uppbyggingu í sveitarfélaginu, sérstaklega á svæði eins og í Nýja Hrauninu, þar sem að skoðanir geta verið skiptar. Og með þessum orðaklúðri mínu hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Orðið er laust ef einhverjir vilja tjá sig frekar. Svo er ekki og þá göngum við til atkvæða í tvennulagi. Fyrst fyrirkomulagið. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja tillögur að fyrirkomulagi framkvæmd íbúakosningarinnar gjörið svo vel og gefið merki. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Og þá spurninguna, þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja tillögu að spurningu fyrir íbúakosningu gjörið svo vel og gefa merki. Og hún er samþykkt sömuleiðis með 9 samhljóða atkvæða. Þá tekið fyrir 4. mál á dagskrá, samningur Herjólf, Íris Róbertsdóttir Björnsvöll. Forseti, já, þetta er svona framhald á umræðinu sem vorum í hérna áðan varandi samgönguáætlun og þar kom ég aðeins inn á almenningssamgöngurnar og nú er staðan þannig að bæjarstjórn samþykkti hér 25. nóvember á síðasta fundi sínum að óska eftir framlengingu á samningi við Vegagerðina rekstur Herjólfs. Samningurinn reksturinn rennur út næstu áramót 26-27 en sveitarfélagið sem er náttúrulega þetta rekstraraðilinn en útvist með samningin en útvistarrekstrinum til Herjólfs OHF þurfti að vera búin að senda þá ósk fyrir lok janúar og við fengum svar við því sem að teki fyrir því bæjarráði og í framhaldinu að því bæjarráð var í borginni funduðu með Vegagerðinni á fyrsta fundi og það kom nú aðeins meira fram á þeim fundi heldur en kemur fram í þessu svarbréfi og við vorum svona, okkur fannst mjög sérstakt að væri verið að svona tala bara að það væri verið að skerða almenningssamgöngur eitthvað þess að er að taka upp samningin en það eru þetta meira.
Samningurinn snýr að því að við erum með rekstur sem er ekki boðin út, heldur sami beint við okkur og það eru strangari kröfur í kringum það. Og þar af leiðandi þarf að fara ofan í reksturinn og annað og líka, náttúrulega, við vitum það alveg að þetta er þá í fjórða skiptið sem er farið í samtal um rekstur Herjólfs við ríkið og við vitum alveg auðvitað eru þeir alltaf að leita af einhvers konar hagræðingu og geta eitthvað minnka fjármagnið inn í þetta sem að okkur líkar ekki. En að minnstakosti þá var góður andi og ég vil segja það að Vegagerðin er mjög ánægð með samstarfið við Herjólf OHF og lýsti því að þeir hefðu gott aðgengi að öllum upplýsingum og samtalið væri gott og bara mikill samgangur á milli. En samt sem áður fengum við þetta formlega svar og við sem bæjarstjórn þurfum að bregðast við því að það þarf að skipa samninganefnd í rauninni til þess að taka þetta samtal fyrir hönd bæjarstjórnar og þegar við fórum í þetta síðast og gerðum þennan samning að þá vorum við með stjórnarformann Herjólfs og stjórnarmann og framkvæmdastjóra Herjólfs og það er mikilvægt að þeir sem taki þetta samtal og við vorum öll sammála um það hér síðast þegar við fórum í þetta á síðasta kjörtímabili að það væri þannig að þessir aðilar sem færi í þetta væri með yfirburða þekkingu á rekstrinu og það eru auðvitað þeir sem stýra félaginu. Og það liggur fyrir með leyfi forseta tillaga og tillaga að eftirtaldir aðilar verið skipaðir í þessa samninganefnd fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og það er Páll Skeving sem er formaður stjórnar Herjólfs, það er Sigurbergur Ármannsson sem er stjórnarformaður í Herjólfi og það er Ólafur Jóhann Borgþórsson sem er framkvæmdastjóri Herjólfs og er þá þetta sama uppsetning og var síðast og þetta eru sömu tveir aðilar en það var annar framkvæmdastjóri en það er eðlilegt auðvitað framkvæmdastjórin fari inn í þetta. Þannig að ég legg þetta til og bara svo það sé sagt þá hefur það verið rætt við eða eiga allir bæjarfulltrúar að vera upplýstir um þetta og þetta var rætt á síðasta fundi bæjarráðs. Þannig að þetta er bara til umræðu en allavega við þurfum að bregðast við þessu erindi Vegagerðarinnar þess vegna, eða þessu svari Vegagerðarinnar þess vegna liggur þetta hér fyrir þessum fundi. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég svofellda innbókun. Bæjarstjóri fór yfir fund með Vegagerðinni vegna framlengingar á samningi Vestmannaeyjabæjar. Hefur óskað eftir framlengingu á samningi í samræmi við 9. grein samningsins. Vegagerðin telur sig ekki geta orðið við því að framlengja óbreyttan samning og hefur óskað eftir því að hann verði tekin upp og yfirfarinn. Bæjarstjórn þarf að skipa samninganefnd fyrir hönd sveitarfélagsins til að fara í þessa yfirferð með Vegagerðinni. Og tillagan eins og kom fram í máli bæjarstjóra hér áðan er Pál Skeving, formann stjórnar Herjólfs, Sigurberg Ármannsson, stjórnarmann í Herjólfi og Ólaf Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóra Herjólfs. Orðið er laust þessa tillögu Hildur Sólveig Sigurðardóttir Björnsson. Ég hef eitthvað misskilið merkjamálið hér í fundinum, þá hafa fleiri ekki kvatt sér hljóðs. Ertu að kveða þér hljóðs tillöguna? Já, ekki tillöguna. Ég bara kemur ekki grein frá atkvæðinu. Já, og þá greiðum við atkvæði og að atkvæði greiðslu lokinni í þessu máli lesi síðan upp sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru sammála þessari tillögu samninganefnd gjöra svo verið rétt upp hendi. Og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Takk fyrir forseti bæjar, fulltrúar og gestir. Já, ég biðst afsökunar á þessu flækjufót í mér gagnvart að fá bara tækifæri aðeins til þess að koma fyrst við erum að ræða Herjólf OHF. Ég ætla bara að fá að þakka þeim sem hafa verið skipaðir í nefndina og óska þeim góðs gengis í þeirra störfum sem vonandi verða farsæl eins og áður. En mér langaði bara að nýta tækifæri fyrst við erum að ræða Herjólf OHF að fá að þakka framkvæmdastjóra og formanni stjórnar fyrir greinargóð svör nýlega. Ég var í sambandi við á undanfarna vikur vegna fjarskiptasambands borð í ferjunni en við þekkjum það mjög vel að margir sérstaklega þeir sem að þurfa að starfa sinna vegna að ferðast mikið og vilja nýta tímann sinn borð í ferjunni að þá er oft sambandið borð í ferjunni arfaslagt
Og þá ekki endilega að meina gestaneti bara, heldur bara almenn 4G þjónusta sem að notar hjá sínu eigin fjarskiptafyrirtæki. Þannig að bæði stjórnarformaður og framkvæmdastjóri gátu gefið mér mjög greinagóð svör að þessa dagana væri verið að bæta við sendum og laga til búnað sem að bætir fjarskipti og þá leið þjónustu Herjólfs við viðskiptavini sína. Og ég vildi bara nota tækifærið og þakka þeim og það bara augljóst að það greinilega markmið eins og hefur verið og hefur verið hingað til og verður áfram að reyna að þjónusta viðskiptavini ferjunar eins vel og kostur á hverju sinni og gott að þetta mál að fara að komast í betri farveg. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá les ég hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar af þessu tilefni. Bæjarstjórn leggur ríka áherslu á að þjónustustigi Herjólfs sé haldið og að félaginu séu skapaðar sem bestar rekstraraðstæður til að tryggja góðar samgöngur við eyjar. Samninganefndin mun funda reglulega með bæjarstjórn gang viðræðnanna. Og þá tekið fyrir 5. dagskrármálið, þjóðlendu kröfur íslenska ríkisins, Vestmannaeyjar, með leyfi varaforseta. Vildi ég bara rétt nota þetta tækifæri til að gleðjast yfir því að þetta mál fékk farsæla niðurstöðu. Það að segja það sem við héldum fram í upphafi þegar þessar kröfur komu fram í fyrra og nú búið að fylgja eftir í ráðherratíð allavega 3 fjármálaráðherra. Að það skemmst frá því að segja að öllum kröfum ríkisins á hendur eyjamönnum varðandi eignarrétt á Vestmannaeyjum og Úteyjunum og Skerjum og Draungum var hafnað. Þannig að það litið á þetta allt sem eignarland og felur í sér að eign Vestmannaeyjabæjar eða eyjamanna á öllum Vestmannaeyjum, Skerjum og Draungum staðfest. Þetta út af fyrir sig mikið fagnaðarefni og við þökkum þeim lögmönnum sem komu að þessu, Ólafi Björnssyni og Jóhanni Péturssyni, en síðast en ekki síst Kára Bjarnasyni hér á safninu því að hann tók saman það sem sjálfur var ég í vitnaleiðslu í þessu máli fyrir óbyggðanefnd. Kári Bjarnason hafði tekið saman eigendasögu Vestmannaeyja frá landnámi. Þetta var algjört lykilgagn í málinu þar sem var hægt að sýna fram á ótvírætt eignarhald á Vestmannaeyjum alveg frá upphafi vega, frá því að land var numið og eigendasagan óvenju skýr og þetta varð alveg örugglega úrslitagagn í þessu máli sem var til þess að óbyggðanefnd komst að þeirri niðurstöðu að aldrei hefði eignarhaldið á Vestmannaeyjum verið óskýrt alveg frá landnámi, þvert á móti alltaf skýrt og þess vegna væri ekki hægt að gera kröfu til þess að Vestmannaeyjar væru skoðaðar sem þjóðlendur, heldur sem eignarland í eigu eyjamanna sjálfra. Ég leyfi mér svo að hvetja stinga upp á því við þá bæjarfulltrúa sem ekki hafa lesið greinargerð Kára Bjarnasonar í þessu máli að lesa hana. Maður verður margs vísari sögu Vestmannaeyja af þeim lestri. Í sjálfu sér hefur ríkið, fjármálaráðherra, 6 mánuði til að taka ákvörðun það hvort að hann höfði einkamál til að fá þessum úrskurði óbyggðanefndar hnekkt, en það enginn sem gerir ráð fyrir því að fjármálaráðherra haldi þessari bjarmalandsferð áfram því að úrskurðurinn og niðurstaða málsins svo ótvíræð og yfir allan vafa hafin. En orðið laust þjóðlendu málin ef einhverju vill kveða sér ljós. Svo ekki. Ég ætlaði reyndar að vera búinn að lesa hér innbókun áður en ég gefi orðið laust, en Páll Magnússon fór yfir nýgengin úrskurð óbyggðanefndar þá kröfu ríkisins að véfengja bæri eignarrétt eyjamanna á Vestmannaeyjum öllum að meðtöldum Skerjum og Draungum. Niðurstaða óbyggðanefndar sú að allar Vestmannaeyjar, Sker og Drangar að undanskilinni Surtsey eignarlönd í eigu Vestmannaeyjabæjar og rétt að taka það fram að Surtsey hefur aldrei verið litið á Surtsey sem eignarland í eigu Vestmannaeyjabæjar í þessu tilliti. Ef enginn kveður sér hljóðs í þessari umræðu þá henni lokið og ég les hér sameiginlega bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn fagnar því að atlögu ríkisvaldsins að eignarrétti eyjamanna á Vestmannaeyjum skuli hafa verið hrundið með úrskurði óbyggðanefndar 22. desember síðastliðinn. Úrskurðurinn fól í sér fullnaðarsigur
þar sem Vestmannaeyjar allar að meðtöldum öllum skerjum og draungum skuli teljast eignarlönd í eigu Eyjamanna sjálfra. Þá tökum við fyrir 7. dagskrármálið opinber heimsókn forseta Íslands, Íris Róbisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Já, við vorum þess heiður aðnjótandi að forseti Íslands og forsetahjónin kom og heimsóttu Vestmannaeyjar hér 8. og 9. janúar. Þessi heimsókn átti að fara fram í desember en vegna veðurs að það var henni frestað og ég held að það hafi bara verið gott að því leytinu til að forsetahjónin gátu þá fengið að upplifa okkar einstaka 13. En það var náttúrulega mjög gaman að taka á móti þeim og fylgja þeim í gegnum þessa heimsókn sem að byrjaði með bara, þau komu hérna með flugi, notuðu bæði flugið og svo fóru tilbaka með Herjólfi og ungir sem aldnir tóku þátt í að taka á móti þeim. Það var farið hér í heimsókn í skóla og stofnanir og það var farið í ýmis fyrirtæki og nýsköpun og farið í menningu og meðal annars fóru við hérna auðvitað á nýja fágætisafnið okkar og fóru og hittu sjálfboðaliða í Tísemilinu þar sem forsetið ávarpaði. Forsetin ávarpaði líka alla nemendur framhaldsskólans á sal og svo hvernig móttökurnar voru þegar forsetið var með, hvað ég voru að segja, opna móttöku hérna út í Sagnemum sem var yndislegt þar sem litlir nemendur á sóla sungu fyrir hana og svo var þetta ekki vel á móti forsetahjónunum og kirkjugerði þannig að þetta var mjög góð heimsókn og áhugaverð, gerðu þetta margt og mikið. Við hefðum getað verið hér í 4 daga með skipulaða dagskrá fyrir forsetann en þetta var það sem var niðurstaðan í bara samtal við forsetaskrifstofu að þetta yrði dagskráin og ég átti að færa bara bæjarstjórn og Vestmannaeyingum kærar þakkir frá forsetaskrifstofu fyrir móttökurnar og allt hér í Eyjum. Þau voru ofboðslega þakklátt fyrir allt sem við gerðum hér og upplifun sína af Vestmannaeyjum og maður fann það þegar maður fylgdi þeim að það var mikið kærleikur og hlýja sem að forsetahjónin sýndu þeim sem þau voru að hitta. Og ég bara ætla líka að þakka öllum þeim sem tóku á móti forsetahjónunum og sýndu þeim og gáfu tíma sínum að við kunnum mjög vel að meta það og ég bara enn og aftur takk fyrir þetta og ég held að ég fylgdi þeim nú í gegnum 13. gönguna og maður verður alltaf barslega glaður þegar maður fer með einhverjum í fyrsta skiptið á 13. Við fengum einstakt veður, fjölmenna göngu og þau voru alveg heilluð af þessu fyrirbæri sem 13. okkar Eyjamanna er. Takk fyrir þetta. Áður en ég gef orðið laust les ég svohljóðandi innbókun. Bæjarstjóri fór yfir opinbera heimsókn forseta Íslands dagana 8. og 9. janúar síðastliðinn. Forsetahjónin fóru víða og kynntu sér blómlegt og örtvaxandi samfélag okkar Eyjamanna ásamt því að eiga fund með bæjarstjórn og sækja 13. gleðina. Einnig voru forsetahjónin með móttöku í Sagneimum þar sem bæjarbúum gafst kostur á að hitta þau og taka þátt í hátíðlegri dagskrá. Orðið laust þessa heimsókn. Enginn kveður sér hljóðs, umræðu lokið en ég les hér sameiginlega bókum bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Vestmannaeyja þakkar forsetahjónunum fyrir þann heiður sem þau sýndu okkur Eyjamönnum með heimsókninni og þann einlæga áhuga sem þau höfðu á okkar einstaka samfélagi. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið tillaga fýsileikakönnun á byggingu sjúkrasundlaugar. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég þakka það fyrir rúmum 10 dögum síðan að þá sendi ég tillögu sem ég ætla að fá með leyfi forseta að renna í gegnum hér lið fyrir lið eða sem sagt greinagerð sem að fylgir tillögunni og hún í rauninni hefur verið, þessi hugmynd hefur verið oft komið upp og oft verið í umræðunni og það kom til mín einmitt hérna íbúi sem hafði verið í forsvari
fyrir því fyrir 40 árum síðan fyrir hönd og með aðstoð Þroskahjálpar að safna fjármunum til þess að byggja sjúkrasundlaug sem á sínum tíma var huguð við Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja en var á sínum tíma stöðvuð af Alþingi á þeim tíma. Þar sem ekki voru einhverjar samþykktir gagnvart skipulagsmálum eða það hentaði allavega ekki yfirvöldum þess tíma. Og í ljósi þeirra framkvæmda sem hafa verið innan sundlaugarinnar á þessum tíma þá kannski opinberast þessi þörf enn frekar. Og ég ætla bara að fá með leyfi forseta að fá að lesa hér annars vegar þá fyrst tillöguna og svo þá greinargerðina sem að fylgir. En tillagan svo hljóðandi: Vestmannaeyjabær framkvæmi fýsileikakönnun á byggingu sjúkrasundlaugar sem viðbyggingu við núverandi sundlaugarsvæði. Bæjarráði verði falið að útfæra framvindu könnunarinnar. Sagan: Sund hefur verið kennt í Vestmannaeyjum frá árinu 1892 og var fyrstum sinn kennt í sjó við Eiðið. Þann 14. nóvember 1934 var Miðhúsalaug vígð en hún fór undir hraun í Heimaeyjargosinu 1973. Sundlaug Vestmannaeyja var vígð 10. júlí 1976 og árið 2010 var nýtt glæsilegt útisvæði við hana vígt. Sund hefur verið stór þáttur í námi, heilsurækt og félagslífi Vestmannaeyinga líkt og Íslendinga allra í lengri tíma. Og íslenska sundmenningin meira að segja staðfest á skrá UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf mannkyns, eins og finnska sánan og franska bagettan og annað. Sund gerir mörgum þeim sem eiga erfitt með aðra hreyfingu auðveldar vik að hreyfa sig með minna álagi á liði líkamanns og yfir vetramánuðina þegar veður eru erfið eru margir sem kjósa að hreyfa sig frekar innandyra og sundið þá hagkvæmur kostur. Menningararfur sundsins í Vestmannaeyjum mikill enda voru Vestmannaeyingar í fararbroddi sem hvata menn að sundskyldu landsmanna til að bæta öryggi barna og sjófarenda og eins með sjóbjörgunarsveitir. En hver þörfin? Sundleikfimi til margra ára hefur uppi umræða þörf á sjúkralauginni við sundlaug Vestmannaeyja. Í dag og til margra ára hefur ýmiss konar hópþjálfun farið fram í sundlaug Vestmannaeyja á tíma almennrar opnunar sundlaugina sem að truflar aðgengi íbúa að sundlauginni sjálfri á þeim tímum. Starfandi að jafnaði 3 slíkir hópar, sundleikfimi eldri borgara, sundleikfimi sjúkraþjálfara og sundleikfimi Svanhildar Eiríksdóttur og gjarnan hver hópur 2 í viku. Í sjúkralaugum aðbúnaður til sundleikfimi gjarnan mun betri en þar vatnið hlýrra, handrið, stamara undirlag og í þeim allra flottustu á hækkan og lækkanlegur botn ásamt göngubrú. Ungbarnasundsnámskeið hafa verið haldin helgar þegar laugin hefur verið hituð meira upp en þrátt fyrir hærra hitastig, gjarnan með ærnum tilkostnaði enda laugin stór og djúp, nær laugin oftar en ekki nægjanlegum hita til að fylla góð skilyrði fyrir ungbarnasundskennslu. Eins hafa einstaklingar sem glíma til dæmis við gigtveiki átt erfitt með að nýta sér hópatíma sökum kulda sundlaugarinnar. Sjúkralaug byðu upp á góð skilyrði til að hækka hitastigið á minna svæði með lægri tilkostnaði og gera það ákjósanlegt meðal annars fyrir ungbarnasundskennslu. Varalaug. Núverandi framkvæmdir og tímalengd þeirra á sundlauginni sýna ekki síður fram á ótvírætt mikilvægi þess að önnur laug sé fyrir hendi þar sem hægt að viðhalda starfsemi sundlaugar að hluta til á meðan á tæmingu þeirra stóru fer fram vegna viðhalds, bilana og svo framvegis. Þegar tillaga þessi rituð hefur sundlaugi verið lokuð í 12 vikur og nú þá 13 og stefnir í að verði lokuð í að minnstakosti 2-3 vikur í viðbót sem einsdæmi sögu sundlaugarinnar. Það afar mikilvægt að sveitafélagið útvegi íbúum góða aðstöðu til heilsuræktar en það ljóst að þessu 3 mánaða lokunartímabili sem verður eflaust enn lengra hafa tækifæri viðkvæms hóps til heilsuræktar verið takmörkuð verulega sem mjög miður og getur haft neikvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Sundkennsla og sundfélagið. Sundkennsla grunnskóla Vestmannaeyja hefur verið með mjög takmörkuðum og breyttum hætti þetta skólaárið sem mjög miður enda sundkennsla hluti af lögbundinni kennsluskyldu samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og ein af hagnýtustu og lífsbjargandi færni sem grunnskólinn kennir. Að sama skapi hefur sundfélagið mist sína aðstöðu til þjálfunar á meðan á viðgerðinni hefur staðið en ný sjúkralaug myndi bæta aðstöðu sundfélagsins og munar en það hefur til dæmis gjarnan verið mikill hausverkur að púsla saman stundaskrá vetursins svo allir sem nýti sundlaugina geti vel við unað. Og ætti sjúkralaug að gefa sundfélaginu völ á ákjósanlegri æfingatímum
ásamt því að möguleikar á einstaklingsþjálfun og þjálfun yngstu barna og til dæmis fólk sem þjáist af sundhræðslu gerð mun auðveldari. Bætt þjónusta við barnafólk, fólk með skerta hreyfigetu en einnig afreks íþróttafólk. Víða eru slíkar sjúkralaugar ekki bara nýttar til sundleikfimi eða ungbarnakennslu, heldur býður sjúkralaug upp á ýmsa meðferðar möguleika. Þannig hafa sjúkraþjálfarar, íþróttakennarar, einkaþjálfarar nýtt sundlaugar til endurhæfingar við ýmsum ólíkum vandamálum. En vatnið kjörinn staður til að þjálfa jafnvægi og göngu, til að draga úr yfirspennu í vöðvum, til að mynda í kjölfar heilablóðfalla vegna taugasjúkdóma að borði MS, MND og Parkinson, cerebral palsy og verkjavandamálum og mörgu fleira. En vatnið þjónar bæði sem stuðningur til dæmis við göngu og gerir sjúklingum auðveldar vik að hreyfa stirða eða máttlitla útlimi. Eins vel þekkt að nýta sjúkralaugar í tengslu við endurhæfingu afreks íþróttafólks eftir alvarleg meiðsli eða aðgerðir sem krefjast lengra endurhæfingarferlis. Að lokum það þekkt vandamál að á köldustu dögunum hefur reynst erfitt að halda hita á heitupottunum úti og væri þá sjúkralaugin mögulegur afþreyingarstaður þegar hún ekki í annarri notkun. En við framkvæmd fýsileikakönnunar yrði meðal annars eftirfarandi athugað: stærð lóðar sem þyrfti undir laugina á athafnasvæði hennar, kostnaður vegna byggingarlaugarinnar ásamt árlegum rekstrarkostnaði þar sem tekið tillit til hagræðingar þar sem meðal annars ekki þyrfti að hita alla sundlaugina upp helgar. Horft yrði til fjölbreyttra fjármögnunarmöguleika framkvæmdarinnar, þar sem meðal annars væri kannaður áhugi fyrir aðkomu góðgerra félaga eða annarra samtaka líkt og sagan sýnir að hefur áður verið gert, möguleikar á styrkumsóknum og styrktarsjóðum á borði lýðheilsusjóð, landlæknisembættis og svo framvegis, framtíðar tekjumöguleikar laugarinnar kannaðir, leigutekjur vegna námskeiða, útleigu og svo framvegis, kanna lýðheilsulegan ávinning af framkvæmdinni og kanna eftirspurn eftir þjónustu sjúkralaugar við hlutaðeigandi aðila. Árið 2026 eru 50 ár frá opnun sundlaugarinnar í Vestmannaeyjum. Það væri vel við hæfi að hefja vinnu við að skoða þennan möguleika fyrir alvöru á stór afmælisári sundlaugarinnar. Ný sjúkralaug myndi auka aðgengi almennings að sundlauginni án þess að auka opnunartíma laugarinnar og sjúkralaug myndi bjóða upp á fjölbreyttar og betri þjónustu fyrir alla aldurshópa bæjarins en ekki síst hina allra yngstu, allra elstu og þá sem að glíma við erfið veikindi. Og þar með lýkur yfirlestri mínum á þessu öllu saman og ég þakka bara gott hljóð og vona góðar undirtektir en það líka og gott bara góða umræðu en ég veit að það eru meiri sér til skils mér teikningar af umræddri sjúkralaug þannig að það var líka bara gaman að sjá þær ef þær leynast til. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, orðið er laust, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir hennar yfirferð og geti nú bara tekið undir langflest það sem þar kom fram. Og það er rétt að það á að vera til einhverjar hugmyndir og einhvern tímann einhver teikning gerð, mér er ekki tekist að finna það ennþá en ég er að láta leita því. Þannig að það væri bara gott en við vitum ekki hvernig það er og hvort að það standist þær kröfur sem að fara hér yfir í greinargerðinni. En sjálfsagt verið örugglega búið að gera ráð fyrir laug að einhverju stærð og ég held að þetta sé bara gott mál og fyrir mína parta þá finnst mér þetta bara góð tillaga, vel framsett og vel rökstutt og ég held að það sé bara gott að við, og ég mun að minnsta kosti samþykkja að þetta verður gert og ég reikna með að félagi mínir gera það líka og mér finnst þetta viðeigandi á þessu afmælisári en það er það eina sem við þurfum kannski að halda niðri eru væntingarnar að því sumir halda að þetta verður bara byggt á næsta ári. Þannig við ætlum að taka þetta skref í fýsileikakönnunni sem er algjörlega nauðsynlegt og ég vil bara þakka bæjarfulltrúanum fyrir frumkvæðið og bara veluna til þau. Takk fyrir þetta, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið, svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp sem í sínu einfalda formi er svohljóðandi: Vestmannaeyjabær framkvæmi fýsileikakönnun á byggingu sjúkrasundlaugar sem viðbyggingu við núverandi sundlaugarsvæði. Bæjarráði verði falið að útfæra framvindu könnunarinnar. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda tillögu gjöra svo vel og réttu.
Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir 8. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur nr. 431, liður 8.1, Vesturvegur 25, umsókn breytingu á deiliskipulagi, liggur fyrir til staðfestingar. Að ræða staðfestingu á tillögu breytt deiliskipulag. Orðið laust þetta, enginn kveður sér hljóðs, umræður lokið og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel og gefi merki og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 8.2 til 8.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur nr. 323, liður 9.1, reglur skammtímadvöl fyrir fötluð börn liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, umræður lokið og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta fyrrgreindar reglur gjöru svo vel og gefi merki. Reglurnar eru staðfestar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 9.2 til 9.4 liggja fyrir til upplýsinga. Tekið fyrir 10. mál á dagskrá, fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur nr. 401. Liður 10.4, innritunar og innheimtureglur leikskóla Vestmannaeyjabæjar liggja fyrir til staðfestingar. Orðið laust þennan dagskrárlið, enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umræddar reglur gjöru svo vel og gefa merki. Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 10.1 til 10.3 og 10.5 til 10.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 11. dagskrármálið, framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur nr. 329, liður 11.3, framkvæmdir og sérsamþykktir 2026, liggur fyrir til umræðu. Orðið Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já. Það sem kannski svona stakk mig helst þegar við vorum að fara yfir þessar fundargerðir og eins og kannski við erum ítrekað búin að taka fram á varðandi upplýsingaflæði og upplýsingagjöf. Og hérna í þessum lið til dæmis, með leyfi forseta ef ég fæ að lesa, að þá talaði að framkvæmdastjóri fór yfir áætlaða framkvæmda árinu 2026 og sérsamþykktir og þarna taldar upp fjölmargar, hér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 framkvæmdir hjá Vestmannaeyjahöfn og 2, 4, 6, 7, 12 hjá Vestmannaeyjabæ og 7 hjá Vestmannaeyjahöfn. Og það sem að ég sakna og við höfum saknað svolítið meiri upplýsingagjöf, meiri útskýringar bara til dæmis í fundagerðum sveitafélags en ekki síður í fundagögnum og til dæmis við allar þessar framkvæmdir hvergi nein framvinduskýrsla eða svona staða framkvæmda eða hvernig ákveðnum verkum lítur fram og við vitum alveg eins og að auðvitað eru þarna kannski ákveðnar framkvæmdir sem svona meiri eftirspurn meðal bæjarbúa en annara að vita stöðuna á. Og þá geti til dæmis tekið eins og íþróttamiðstöðina og svo náttúrulega í kjölfarið á umræðinu varðandi leikskóla og annað slíkt að það er ágætt að það séu í rauninni bara meiri upplýsingar og meiri upplýsingar alltaf henni góð og ég ætla bara líka að fá að hrósa í þá sömu andrá upplýsingagjöfinni gagnvart sem núna komin varðandi stöðuna á framkvæmdum í Sundlauginni. Ég held að það hafi verið mjög gott einmitt að fá þessa yfirferð sem að farin þar inn á vefsíðu Vestmannaeyjabæjar og myndir og ég held að því maður veit alveg að það er alltaf ástæður fyrir því að hlutirnir taka tíma og ef að fólk veit hverjar ástæðurnar eru og hvernig staðan og það finnur að hlutirnir eru að ganga áfram að þá dregur það svolítið svona úr þessu óþóli og
en ég ætla að fá með leyfi forseta að fá að lesa stutta bókun í þessu máli. Hún svohljóðandi. Undirrituð ítrekar mikilvægi upplýsingagjafar varðandi framkvæmdir á húsnæði sveitarfélagsins, en engin fylgiskjöl fylgdu málinu og farið yfir fjölmargar framkvæmdir án þess að staða framkvæmda sé tekin fram eða nokkrar upplýsingar fylgi málunum á borð við framvindu skýrslur, og undir þetta taka allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já. Upplýsingar eru alltaf henni góða og aldrei á mikið af þeim. Ég get algjörlega tekið undir það. Þessi fundur var hann ekki í desember, þessi fundur. Þá árið ekki hafið þar sem þessar framkvæmdir voru samþykktar á. Það var farið yfir örlítið betur en náttúrulega þetta í fjárhagsáætlun. Það var farið svolítið ítarlega í þetta og þar liggja gögn og það sem bæjarstjórn samþykkti þessar framkvæmdir. Eina framkvæmdin sem komin var á stað og var líka komin og kemur svo inn í sama ráð og ráð var búið ákveð að bjóða út var fyrir flóðljósin sem rætt hérna á eftir, en ég algjörlega sammála því meiri upplýsingar eru betri og það bara að hafa þetta í huga, en auðvitað ekki að leggja fram framvinduskýrslur og verkefnum sem ekki hafin. Þetta var í desember, þetta eru fjárheimildir og framkvæmdir fyrir árið 2026 sem liggja þarna undir. Þannig að þetta allt sem samþykkt var í fjárhagsáætlun hafa verið að tína til og kynna fyrir ráðinu. Og þannig að ég var bara að pæla í hvort það væri einhver smá misskilningur í gangi gagnvart þessu, vegna þess að þær eru ekki hafnar þessar framkvæmdir. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vildi nú bara fá að taka undir orð Írisar Róbertsdóttur þetta mál, að þetta á fundi sem haldinn 10. desember, sem næsti fundur eftir seinni umræðu í fjárhagsáætlun hjá eftir bæjarstjórnarfund, þegar það var ákveðið hvað ætti að ráðast í á árinu 2026, og í þessu máli var bara verið að upplýsa ráðið hvað var samþykkt í fjárhagsáætlun og kannski einmitt verið að reyna að koma til móts við koma með upplýsingar meiri bæði til bæjarbúa sem og ráðsmanna, og var tekið til þarna hvaða framkvæmdir væru væntanlegar. Þegar ég horfi á þennan lista þá raun og veru, það er íþróttamiðstöðin sem kannski búið að moka holu, og það búið að vera að koma með upplýsingar í fundagerðum stöðuna, hvað búið að gera og hvað framundan. Og meðal annars var bara fundur hjá okkur núna á mánudaginn þar sem var farið betur yfir það hvernig staðan upplýsingarna sem komu á netið sem var bara mjög góðar og gott fyrir bæjarbúa að sjá, og einmitt líka það sem ráðið hefur ítrekkað að það komi upplýsingar til bæjarbúa stöðu framkvæmda, því að ég skil þó sko vel að það gæti meiri skilnings á bæjarbúum ef við vita hvað í gangi og hvað verið að gera og hvernig gengur. En það voru allavega góða fréttir á fundinum á mánudaginn, þar sem varðandi íþróttahúsið og sundlaugina sérstaklega, því að við náttúrulega bíðum öll ódraufull eftir því að hún opni aftur, að það gengur bara vel og það svona sér fyrir endan á þessu. En í þessari fundagerð var þetta akkurat upptalning á verkefnum, og ég held að þetta var ekki mál sem við þurfum að setja niður framvinduskýrslur í gögn, því að þetta var, eins og segi, bara einungis upptalning. En það er alveg rétt, auðvitað megum við alveg vanda okkur og bæta okkur í upplýsingum og bara öll gagnrýni af henni góða, og ég held að bara ættu allir að taka það til sín. Takk. Já, það leyfi forseti að fá að lesa bókun. Gjörðu svo vel. Og þetta bókun sem frá meirihluta. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar var samþykkt á fundi 25. nóvember síðastliðinn
Framkvæmda hafnaráð fer yfir þau verkefni sem framundan eru á árinu 2026 og því ekki hægt að ætlast til að framvinduskýrslur séu til þau verkefni sem framundan eru. Undir þetta rita fulltrúar meirihlutans. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og umræðu lokið. Tekinni fyrir liður 11.5 í þessari sömu fundargerð framkvæmda á hafnaráðs. Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs og móttökustöð 2026 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust þetta mál, enginn kveður sér hljóðs og umræður lokið og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem vilja staðfesta umrædda gjaldskrá gjöru svo vel og gefi merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liður 11.6 vildi ég sagt hafa í þessari sömu fundargerð. Gjaldskrá slökkviliðs Vestmannaeyja liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust hana. Enginn kveður sér hljóðs og umræður lokið. Við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda gjaldskrá gjöru svo vel og gefi merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá tekið fyrir liður 11.7 í þessari sömu fundargerð. Með leyfi varaforseta þá vildi ég bara gera bæjarstjórn grein fyrir stöðu mála varðandi flóðljós á Hásteinsvelli. Þetta var sem sagt, það var farið í útboð hér á haustmánuðum og tilboðin voru opnuð núna 16. desember. Það bárust 3 tilboð og á síðasta fundi framkvæmda og hafnaráðs var tekin ákvörðun að taka lægsta tilboðinu. Þessi 3 tilboð voru, og það höfum í huga að kostnaðaráætlun bæjarins var upp á 93.555.000 krónur. 2 tilboðana voru undir þessari áætlun og 1 var yfir. Og framkvæmda og hafnaráð samþykti að taka lægsta tilboðinu sem frá Altís EHF upp á 63,2 milljónir tæpar sem voru 67,5% af kostnaðaráætlun. Orðið laust ef einhver vill tjá sig þetta mál. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar bara að lýsa ánægju með að þetta sé komið á þennan stað og þetta var boðið út leið og fjárhagsáætlun var samþykkt, þannig að það væru komna fjárheimildir fyrir útboði og nú ráðið búið að taka afstöðu til þessara tilboða eftir yfirferð og það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að það sé ýtt vel og eftir þessu verkefni og þetta gangi vel svo að verða að nýta ljósin eitthvað í vetur og ég bara fagna þessu með þegar þetta verður komið upp. Þá líkur þessum gríðarlega miklu framkvæmdum sem hafa verið við Hásteinsvöll sem byrjaði á klefunum, fór svo í völlinn sjálfan og svo í þessi ljós að þá verður aðstæða til knattspyrnuiðkunar hér í Vestmannaeyjum orðin alveg til fyrirmyndar og það sem við getum kallað nánast heilsás aðstæða. Þannig að ég held að við ættum bara að fagna því en það hefur verið, þrátt fyrir svona smá hólur í veginum á leiðinni, þá hefur verið mikil samstaða það að bæta þessa aðstöðu. Takk fyrir þetta. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég vildi nú bara líka koma og lýsa ánægju minni yfir þessu því að þetta hefur bara ótrúlega góð, bara virkilega gott fyrir börnin og ekki bara börnin, alla sem iðka fótbolta. Það hefur bara verið ótrúlega gaman að fylgjast með því og sjá hvað hægt til dæmis að æfa lengi úti og ég var nú bara síðast í gær að keyra fram hjá Hásteinsvelli og það hefði verið svo sannarlega hægt að vera með æfingu úti ef það var ekki svarta myrkur þannig að ég fagnaði þessu bara mjög og bara hlakka til þegar þetta verður allt tilbúið og gaman að sjá að við erum komin einu skrefi lengra í að bæta íþróttamannvirkin okkar sem við þurfum svo sannarlega að huga vel að á næstu árum. Og ný bæjarstjórn, hver sem hún verður. Takk. Takk fyrir þetta.
Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið, svo ekki umræðu lokið. Liðir 11.1 til 11.2 og 11.4 til 11.8 og 11.4 og 11.8 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 12. dagskrármálið, bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3250. Rut Haraldsdóttir víkur að fundi undir fyrsta lið í þeirri fundargerð, liður 12.4, tjón á neysluvatnslögn, NSL 3 liggur fyrir til umræðu. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo. Forseti, nú liðin rúm 2 ár síðan vatnslögnin til Eyja var fyrir miklum skemmdum. Vestmannaeyjabær í dómsmáli til þess að íbúar fá ekki reikninginn fyrir þessum skemmdum og hefur bæjarstjórn verið samstiga í því máli. Stjórnendur vinnslustöðvarinnar og stjórn hafa ekki viljað eiga samtal við Vestmannaeyjabæ að bæta tjónið að fullu og því hefur Vestmannaeyjabær þurft að höfða þetta mál. Staðan á dómsmálinu gagvart víshuginn og vinnslustöðinni eftirfarandi. Þann 8. mars 2025 var fyrirtaka í málunum sem eru númer E295 og 296 frá árinu 2025. Var það ákveðið þá að sameina mál Vestmannaeyjabæjar og mál ljósleiðarans í eitt og sama málið og verða þau rekin samhliða af réttarfarslegum ástæðum. Næsta fyrirtaka verður þann 30. janúar í Héraðsdómi Suðurlands og Selfossi. Þá verður rætt fyrirkomulag og skiptingu sakarefnis með tilliti til 31. grein laga meðferð einkamála og þar eru aðilar sammála því að skipta sakarefninu til að flýta rekstri málsins. Enda óþarfi að fara í matsferli og fleira sem kostar töluvert fjármuni þegar eftir að finna út hvort að bótaskylda En það er hægt að skipta á tvenns konar hátt og það það sem dómari ákveður í næstu fyrirtöku eða fljótlega í kjölfar hennar. Meðferð málsins fyrirhuguð þann 12. maí næstkomandi, annarkvort 11. eða 12. í Héraðsdómi Suðurlands og Selfossi og þá fara fram vitnaleiðslur og málflutningur. Það ekki enn búið að ákveða hverju muni gefa skýrslur en það verður nokkur hluti þeirra sem gáfu skýrslu við sjóprófun og mögulega fleiri til. Mér finnst mikilvægt að upplýsa bæjarstjórn þessa stöðu að því þetta stórt mál sem getið líka í ársreikningi okkar og partur og kemur inn í endurskoðunina og þegar við förum yfir ársreikningin í mars. Afsakið. Og ég ætla þetta svolítið óvenjulegt, það bókun í málinu sem eins konar innbókun en að því þetta undir fundagerð að þá fel ég forseta að lesa það svo við lesum þetta ekki tvisvar í röð það sama, bara að það textinn upp úr þessu ég fæ forseta til að lesa annars lesum við þetta nákvæmlega sama dálítið langan texta í röð. Þannig ég svona aðeins að reyna að flýta fyrir. Takk fyrir þetta, Íris Róbersdóttir, forseti skal glaður lesa þennan texta. Hann svohljóðandi. Þann 8. desember 2025 var fyrirtaka í málunum númer E295, 296 og 2025. Var þar ákveðið að sameina mál Vestmannaeyjabæjar og mál ljósleiðarans í eitt og sama málið og verður fyrir rekin samhliða af réttarfars ástæðum. Næsta fyrirtaka verður þann 30. janúar næstkomandi í Héraðsdómi Suðurlands og Selfossi. Þá verður rætt fyrirkomulag á skiptingu sakarefnis með tilliti til 31. grein laga meðferð einkamála. Það eru allir aðilar sammála því að skipta sakarefninu til að flýta fyrir rekstri málsins, enda óþarfi að fara í matsferli og fleira sem kostar töluverða fjármuni. En það hægt að skipta á tvenns konar hátt og það það sem dómari ákvarðar í næstu fyrirtöku eða fljótlega í kjölfar hennar. Aðalmeðferð málsins fyrirhuguð þann 12. maí næstkomandi, mögulega 11. og 12. í Héraðsdómi Suðurlands og Selfossi. Þá fara fram vitnaleiðslur og málflutningur. Það ekki enn búið að ákveða hverjir munu gefa skýrslu en það verður nokkur hluti þeirra aðila sem gáfu skýrslu við sjóprófin og mögulega fleiri. Orðið laust núna þetta mál. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo.
Forseti örsnöggt þetta mál. Ég held að það sem að forseti las hér upp sé fyrir inn í bókum bæjarstjóra málið og þá stöðu þess gagnvart dómstólum. Vil ég bara koma því á framfæri. En síðan vil ég bara segja þetta mál náttúrulega að þá, fyrir það fyrsta, þá vil ég þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina. Við höfum fylgst með þessu máli vel og málarekstrinum úr bæjaráði. Það væri að sjálfsögðu, það er að sjálfsögðu ekki óskastaða fyrir nokkurt sveitarfélag að vera í málarekstri gagnvart stórum fyrirtækjum sem eru hér í bænum, burðarstólpa fyrirtækjum hér í bæ, en okkur er sá kostur, í rauninni er það eini kosturinn í stöðunni að gæta hér hagsmuna íbúa í Vestmannaeyjum, þannig að þetta tjón lendi ekki á íbúum og þar af leiðandi er þessi málarekstur í gangi og það eins og ég segi sé ekki óskastaða. En það verður áhugavert að fylgjast með framvindu þessa máls og bæjarráð að sjálfsögðu upplýst stöðuna og gang þess málareksturs fyrir dómstólum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og Rut Haraldsdóttir boðin velkomin á fundinn aftur. Liðir 12.1 til 12.3 og 12.5 til 12.12 liggja fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 13. mál á dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 432. Þar liggja liðir 13.1 til 13.7 fyrir til upplýsingar. Tekið fyrir 14. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur númer 433. Liður 14.2 deiliskipulag við Rauðagerði liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða auglýsingu á tillögu að breyttu skipulagi. Það að ræða hvort bæjarstjórn heimili auglýsingu á tillögu að breyttu deiliskipulagi. Orðið er laust. Það kveður sér engin hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda tillögu gjöru svo vel og gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liði 14.1 og 14.3 til 14.7 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 15. mál á dagskrá bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3251. Liður 15.2 orkumál liggur fyrir til umræðu. Gísli Stefánsson, gjörðu svo. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða á. Ég sagði hér sjálfur á sínum tíma þegar að við í Sjálfstæðisflokknum vorum í prófkjörsbaráttu hér og í kosningabaráttu svo 2022. Ég taldi að orkumáli myndi fá gríðarlega myndi fá töluvert meiri umræðu á þessu kjörtímabili sem er núna heldur en á kjörtímabilinu kannski undan. Og ég held bara að það hafi bara verið, ég hafi verið sannspár í því. Skrifræði málaflokksins á sér sennilega ekki hliðstæðu í neinum öðrum málaflokkum á forræði ríkisins og ríkið sjálft gerði á sínum tíma kröfu til íbúa landsins og fyrirtækja orkuskipti. Það sem staðið hefur helst í vegi fyrir uppbyggingunni er hægagangur ríkisins í að slaka á skrifræðinu. Viljinn er til staðar í þjóðfélaginu en reglufargan hefur gefið þeim fáu sem sjá aukinni orkuöflun allt í foráttu leiðir til þess að stöðva og hægja á framgangi í uppbyggingu orkumannvirkja. Já, orkumannvirkja sem eru í takt við þarfir samfélagsins. Það er þekkt með því að horfa í gegnum mannkynssöguna að þeir sem hafa aðgang að orkunni þeir geta vaxið. Við hér á landi erum með allt sem þarf, meira að segja vilja meirihluta landsmanna og ráðamanna. Tiltektin í kerfinu hefur þú tekið lengri tíma en samfélögin í landinu geta beðið eftir og því lendir lifandi samfélagi eins og Vestmannaeyjar sem er í vexti ýmiss konar klemmum skrifræðis og þvælu. Alvarlegasta dæmið sem ég hef upplifað á þessu kjörtímabili er fyrst og fremst snýr hér að þeim lausnum sem að við hér í Vestmannaeyjum höfum verið að horfa til í varðandi hitaveitumálin okkar. Hér var sett upp mjög
metnaðarfull varmadælustöð og þannig að með því að spara orkuna sem fer í stöðina, við spörum orku með að nota þessa varmadælustöð en það hækkar flutningskostnaðinn og veldur hækkun á húshitunarkostnaði og það er ljóst að hér er rangt gefið. Það má þó gefa ríkinu það að í þessari þvælunni hefur verið mætt að einhverju leyti með niðurgreiðslum til notenda í gegnum Orkusjóð. En fyrir þá sem vilja sjá sanngjarnt kerfi þar sem ríkið tryggir jöfn tækifæri á óháð búsetu það ekkert annað en of lítill plástur á blæðandi sár. Nauðsynlegt að laga meinlókuna þar sem hún í rótinni sjálfri. Þess vegna bind ég allavega til að byrja með miklar vonir við að fyrirhugað frumvarp orkumálaráðherrans jöfnun flutningskostnaðar nái fram að ganga og það ekki seinna en á vorþinginu. Við sjáum best hverjar afleiðingar gallaðs kerfis sem búið var til utan aðstæður og þarfi fyrri tíma í hækkunum verðskrár Landsnets sem tók gildi á nýju ári. Þar verðum við ekki aðeins fyrir hækkunum vegna þess að allir greiða nú fyrir flutning samkvæmt almennri gjaldskrá, tryggan flutning, heldur einnig vegna þess að flutningskostnaður hefur hækkað gríðarlega á undanförnum misserum. Mér reiknast til að hækkun á almennri gjaldskrá Landsnets hafi verið 30% frá því að skýrsla sem að ég og bæjarstjóri tókum þátt í að gera á sínum tíma í september 2023 á vegum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og þar leiðandi og fyrirheiti skýrsluna var efling samfélagsins í Vestmannaeyjum. Þetta hefur verið 30% hækkun síðan að skýrslan kom út og það á rétt rúmum 2 árum og ég verð bara að segja að það engan veginn í takt við það sem að við gerðum okkur grein fyrir og ég held ekki að enginn hafi í raun og veru reiknað með því. Og það ótrúlega leitt að hugsa til þessara hækkana sem ég vænti nú að verði reynt að mæta hér á einhverju leyti og hefði gaman að heyra aðeins meira hvað í farteskinu. En það vandinn við þetta að þetta skyggir náttúrulega gríðarlega á þá breytingu sem að nýjir strengir hafi í för með sér. Hér á sínum tíma áður en strengirnir eru lagðir þá var hér í notkun strengur sem að hluta til, eða 2 strengir búið að splæsa þessu öllu saman og svo þurfti að laga þetta og í raun og veru gat strengurinn hérna Vaffem 3 sem að var hér í virkni og bilaði á sínum tíma ekki keyrt nema á hálfum afköstum. Og það engan veginn sambærilegt því sem að bara nútíma samfélag kallar eftir. Og við förum í raun og veru úr því að vera með samfélag þar sem að orku öryggi og aðgengi á orku afar takmarkað yfir í að vera samfélag sem að hefur einhver besta og mesta orku öryggi sem að finna á Íslandi. Og ég vona bara það því ég heyri það á mínu samtölu við þá sem að ég hef rætt við sem í þessum geira, orkumálastjóra og fleiri sem ég þekki til og hef ferðaðist með okkur Eyþóri til Orkneyja á sínum tíma og eru í reglulegu samtali þessi mál við okkur, að það vill enginn hafa þetta svona. En það segir mér enn og aftur að slagurinn við kerfið sem löngu hætt í raun og vera að þjóna þörfunum, fyrst og fremst kannski vegna þess að það hefur ekki verið uppfært frekar en það hefur ekki verið uppfært með þeim breytingum sem hafa orðið í samfélaginu, hefur bara ekki verið uppfært. Og við höfum setið mjög lengi á bara Íslendingar höfuð, hafa bara lagt svolítið það til hlíðar að það þurfi vöxt eða uppbyggingu í kerfinu í allt og langan tíma. Það sést best á til dæmis bara hitaveitum sem að menn gengu hér að og voru byggðar upp hérna á síðustu öld en skýrsla sem að Guðlaugur Þór þáverandi orkumálaráðherra lét gera sýndi fram á það að ég held að það vera á þeim tíma að 2/3 hitaveitna í landinu væru bara við hættumörk. Þannig að uppbyggingar þörf þar og nú erum við raun og veru að fara inn í skeið þar sem að við þurfum hugsanlega að hugsa kerfið algjörlega upp á nýtt vegna þess að ef að við hendum öllum álögunum
beint út í kerfið, öllum kostnaðinum, þá mun það hægja hér á atvinnulífi og uppbyggingu ennþá frekar. Þannig að ég ætla að enda þetta á þessum orðum, en ég legg aftur áherslu á það, ég legg gríðarlega miklar vonir í það að kerfið og ríkið svari þeim vanda sem að hér er komin upp, sem verður til í raun og veru þegar að við erum að leysa orkuöryggisvanda. Takk fyrir þetta. Gísli Stefánsson, vilja fleiri taka til máls undir þessu lið? Margrét Rós Ingólfsdóttir Kjölsvold. Forseti, í síðustu viku birtist Facebook færsla frá Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra þar sem hún greinir frá því að hafa átt góðan fund með Jóhanni Páli Jóhannsyni orkumálaráðherra og í framhaldi af því hafi Herjólfur farið að sigla báðar leiðir á rafmagni. Mig langar að spyrja hvort þessi góði fundur hafi ekki, niðurstaða þessa góða fundar hafi ekki verið svo að ríkið sé að borga þennan kostnað. Ef svo er ekki, hver er að borga hann og hver er upphæðin? Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir Kjölsvold. Forseti, spennandi að við förum að ræða Facebook-færsluna mína hérna. Bæjarráð tók þetta mál líka fyrir og var aðeins betur yfir það þar. Það stendur ekki í Facebook-færslunni að það sé verið að greiða niður kostnaðinn á milli. Það stendur ekki. Það var í samráði við stjórnendur Herjólfs. Þeir ákváðu að fara aftur á rafmagn. Stjórnendur Herjólfs. Bæjarstjóri Vestmannaeyja stjórnar því ekki. Ástæðan fyrir því er að stjórnin ákvað það og framkvæmdastjóri snýr að því að það er búið að ákveða að skoða tekjumörkin. Tekjumörkin búa til gjaldskrá Landsnets. Gjaldskrá Landsnets er eins og bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson fór mjög vel yfir hérna áðan, það er rangt skipti í henni. Og það eru öfugi hvatar í henni til orkuskipta, það er skelfilegt gagnvart bræðslunum á því og líka gagnvart Herjólfi. Herjólfur er skrítin orkunotandi að því leytinu til að það mikið afl á stuttum tíma með ákveðnu millibili, ekkert á nóttunni. Þannig það þarf hann borgar allt öðruvísi heldur en til dæmis álver sem er alltaf að nota svo með orkuna. Ástæðan fyrir því að stjórn Herjólfs tók ákvörðun til að fara aftur á rafmagn var líka umhverfisþáttur og að þeir bera þó von í brjósti að gjaldskráin verði löguð. Og það voru skilaboðin sem komu út af þessum fundi. Og ráðherra átta sig að því þú spyrðum krónur og aura, ráðherran er nefnilega búin að átta sig á því að samfélagið út á landi, það mun ekki dafna í þessu umhverfi sem er núna í rafmagnsmálunum og flutningnum. Ef við til dæmis hafa fundur núna í morgun, ég formaði samtaka á kvöldum svæðum, við vorum að ræða að því nú verður að reyna að stækka skipulagssvæði í dreifbýli. Taka þéttbýlið og stækka það inn í dreifbýlið til þess að dreifbýlisálagið sé ekki borga á flutningi. Nei, veitir hvað það þýðir? Ef við getum stækkað það, þá lendir bara sami kostnaðurinn á færri aðilum að borga. Þannig ef við náum að stækka iðnaðarsvæðin út, eins og til dæmis bara hérna á Hvolsvelli, það er mál þar í gangi, ef það svæði er stækkað út, þá þýðir það að þessi 10 bóndabæir, sem teka fram veit ég hvað eru margir, bara takast sem dæmi, þá lenda þeir í að borga alla púlíuna. Þá er iðnaðurinn ekki lengur með. Þetta er bara vitlaust gefið og það sem er jákvætt og ég bara vona að allir hafi hlustað á þessi yfirferð hjá Gísla Stefánssoni áðan, bæjarfulltrúa. Það sem er jákvætt er að það er vilji bæði á þinginu og í þeim sem ráða til þess að breyta þessu. En það er okkar að fylgja því eftir. Og það sem við tókum fyrir hér í morgun er að við bætum betur, við viljum ekki bara, við viljum líka að þetta niðurgreiðslukerfi sé endurskoðað. Núna er það svolítið þannig að leið og það kemur inn hækkun sem að gleymist ofta tilkynna okkur það er nú bara rúmt ár síðan að það var ekki hækkun á niðurgreiðslu, við fengum hana eftir 3 mánuði, bara háursveitur, þetta var eitthvað ekki viljandi, en það er allavega vesen og þeir eru í vandræðum núna með niðurgreiðsluna vegna þess að þeir eru líka í kerfisbreytingu. Það er fyrir að rukka fyrir orkuna úr heita vatninu, ekki rúmmálið sem við erum að taka. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að ef við eigum að þurfa að vera lengur í þessu kerfi, að niðurgreiðslukerfið sé endurskoðað. Og nú ætlum ég að segja ykkur eitt í viðbótar sem ég held að bæjarfulltrúar hér ætti að hafa miklar áhyggjur af. Og það er stóri reikningurinn sem sveitarfélagið fær. Staðan er bara þannig að íbúar í Vestmannaeyjum fá niðurgreiðslu.
Sveitafélagið og fyrirtæki fá það ekki. Við erum að reka hér lögbundna starfsemi sem búið að hækka 20% og við fáum enga niðurgreiðslu á móti frá ríkinu. Það er baráttumál okkar og það eigum við að gera og það skilur ráðherrann. Og það er eitt af málunum sem að við höfum bæði í framhaldi af því þegar við vorum að því við bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson kynntumst ágætlega svolítið að starfsfólki í ráðuneytinu þegar við vorum í þessari vinnu og sem er hjá þessari stjórn samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum sem verðum með, ég bara býð ykkur öll velkomin 12. mars á orkufund, þar sem við verðum með ráðherra og alla helstu aðila akkurat til að ræða þessi mál. Það er okkar að ýta á eftir þessu, en það er enginn sem breytir þessu nema þessu verður að breytast með lögum og það er það sem við erum að fara fram á. Að breyta tekjumörkunum, það er gert í ráðuneytinu og að breyta kostnaðnum, að skipta honum jafnt á alla landsmenn. Þið sjáu nú stemminguna, nú bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem kom inn á það áðan, stemminguna sem er í Reykjavík núna, að því nú eru ekki Reykjavík, við erum að tala um, Reykjavík fara náttúrulega borgað öðruvísi en auðvitað íbúarnir, en Kraginn til dæmis, í kringum höfuðborgarsvæðið, það eru rosa óánægja með hækkanirnar. Nú eru þau að finna fyrir því sem við höfum bara þurft að finna fyrir mjög lengi. Og nú er lag að ýta á það þessum hlutum verður breytt. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og þá les ég hér og er umræðu lokið og ég les sameiginlega bókum bæjarstjórnar. Bæjarstjórn leggur þunga áherslu á að undirbúningi á lagafrumvarpi sem miðar að því að jafna flutnings- og dreifikostnað raforku all land verði flýtt og að það komi til afgreiðslu á þessu vorþingi. Er það verulegt hagsmunamál fyrir heimili og fyrirtæki í Vestmannaeyjum. Liður 15.4 í þessari sömu fundargerð bæjarráðs gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar árið 2026 liggur fyrir til staðfestingar, orðið er laust, enginn kveður sér hljóðs og við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda gjaldskrá sem varðar fyrst og fremst afslátt af fasteignagjöldum fyrir eldri borgara og hækkun á viðmiðunartekjum, gjöru svo vel og gefi merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 15.5 í sömu fundargerð almannavarnarlögn NSL 4 liggur fyrir til umræðu, Íris Róbertsdóttir Björnsson. Forseti, mér finnst mikilvægt að vekja athygli á því að samningur sem að Vestmannaeyjabær og innviðaráðuneytið gerðu og skrifuðu undir í júlí 2023 varðandi aðkomu ríkisins á þeim tíma að NSL 4 sem átt að vera auka og á að vera auka og almannavarnalögn fyrir Vestmannaeyjar. Sá samningur, eða sú viljayfirlýsing var að fullu efnd núna fyrir áramót. Árið 2024 í desember fengum við 100 milljónir þegar við staðfestum kaupin á lögninni sjálfri. Lögnin sjálf kostar í kringum 1600 milljónir en það er olíulögn sem var það eina eftir langa og mikla leit og verkfræði, úttektir og ég veit ekki hvað og hvað hjá fagaðilum sem þekkja að var niðurstaðan að það væri ekkit annað hægt að leggja. Bara í ljósi reynslunar af NSL 3. Að þá komu 100 milljónir að því við þurftum bara við að staðfesta það að komast í biðröðina við að láta framleiða þessa lögn að þá þurftum við að greiða 200 milljónir og ríkið kom þá á móti. Á síðasta ári vorum við búin að borga einhverjar 500, milli 500 og 600 milljónir til viðbótar á árinu 2025. Ríkið var ekki búið að koma inn í það og var ekki búið að greiða með okkur, meðan annars í desember þurftum við að samþykkja viðauka hér fyrir 500 milljónir sem var næsta greiðsla. En milli jóla og nýjárs að þá fengum við sendan samning sem tekið var fyrir í bæjarráði og farið náttúrulega yfir sem er í rauninni bara, þeir kalla þetta styrktarsamning og er til þess að gera upp þessa viljayfirlýsingu og klára hana. Það komu 700 milljónir til viðbótar en bara svo það sé sagt að þá erum við engan veginn ánað með það og einhverjir kunna klóra sér í hausnum í því að við séum vanþakklátt fyrir 800 milljónir en það er ekki það. Þetta er bara ekki á ábyrgð sveitarfélagsins að borga almannavarnir. Að borga, við eigum að fylgja þeim eftir og halda utanum og reka ýmislegt sem tengist almannavörnum eða lands almannavarnanefnd. En það er ekki hlutverk sveitarfélagsins að sjá til þess
að það sé auka vatnslögn hér sem almannavarnalögn. Þetta bara eins og varnargarðar, þetta eins og bara þú ert með snjóvarnargarða, þú ert með varnargarðana tengda í Grindavík. Þetta almannavarna aðgerð og ríkið ber að greiða þetta. Og þeir vita það algjörlega og það ljóst að bæði samtal við innviðaráðherra sem nú búin að vera í fæðingarorlofi, þannig við hefum ekki getað funda með honum, og fjármálaráðherra. Það hefur öllum verið gert það ljóst að þetta ekki það sem að við teljum nóg, við teljum að ríkið að greiða þetta. Og meðal annars, og við komum enn einu sinni að því, að allir þessi milljarðar sem fara hérna úr samfélaginu í tengslu við þessi veiðigjöld og átt að koma tilbaka til að styrkja innviði, vatnslögnin gæti nú ekki verið meira innviði í almannavarnar tilgangi. Þannig bara ég vildi gera bæjarstjórn grein fyrir þessi viljayfirlýsing efnd af hendi ríkisins, en bæjaráð og bara bæjarstjórn öll hefur rætt það og ályktað það að þetta verkefni ríkisins og við munum halda þeim við efnið í því. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki umræðu lokið. Þá tekin fyrir liður 15.8 í þessari sömu fundargerð bæjarráðs. Auglýsing vegna uppbyggingar og reksturs heilsuræktar við íþróttamiðstöðina í Vestmannaeyjum. Liggur fyrir til umræðu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, þetta mál sem verið að tala hér og niðurstaða kærunefndar og í fundunum í bæjarráði þarna minnisblað tekið til, og þetta auðvitað allt í leiðilegasta mál og ég hugsa allir sem að þessu máli standi harmi stöðuna á því í dag, og við auðvitað höfum minnst á það áður að það hefði þurft að vanda betur til verka við útboðið, og það hefði kannski fyrst og fremst þurft skýra sýn sveitafélagsins á hver vilji sveitafélagsins var í þessu samningaviðræðum og hver framtíða sýnin ætti að vera. Mér fannst svona í upphafi þegar það var svona fyrstu skrefin þegar var verið að taka samtal að þetta líkti svona helst ESB-drauma núverandi utanríkisráðherra, þar sem átti að svona kíkja í pakkan og sjá hvað tilvonandi samningsaðilar myndu vilja gera í staðinn fyrir að fara sjálfur af stað með hvað vilji sveitafélagsins var. En málið ekki nægilega vel undirbúið til að byrja með, sem auðvitað miður, og afraksturinn þá auðvitað þessi afgerandi niðurstaða kærunefndar útboðsmála, og ég minnist þess að menn hafi meira að nota orðin tilhæfulaust ef að vera að fjalla þessa kæru á sínum tíma, sem virðist því miður augljóslega ekki hafa verið, af því að ef maður fer yfir heimasíðu og úrskurði kærunefndar útboðsmála að þá sýnist mér að vera bara svona í nær 90–95% tilfella málum þaðan vísað frá eða hafnað, og augljóslega með mjög afgerandi niðurstöðu finnst mér í þessu máli að þá hefur ekki, eins og svo sem virðist koma fram í minnisblaðinu líka, ekki hafa verið vanda nægilega til verka. En þetta mál, eins og ég hef komið hér inn áður, hefur því miður gert allt þetta útboðsferli tortryggilegt, þó það sé það ekkert endilega. En þessi niðurstaða tortryggir þetta allt saman, og líka eins og ég hef rætt hérna áður, þetta samkomulag við tímabundin rekstraraðila sem nú með reksturinn til loka febrúar og að kosta til miklum fjármunum í endurbætur fyrir þá nú nokkra vikur sem eftir að samning. En eins og hefur komið opinberlega fram frá af hálfu sveitafélagsins að það tekið fram að World-Class ætla að standa undir og greiða þessa framkvæmdir, en það kemur þó fram í 2. grein þessa tímabundna leigusamnings við World-Class sem hefur nú verið framlengdur út febrúar að kostnaður verði endurgreiddur af Vestmannaeyjabæ ef World-Class ljúki starfsemi á árinu. Og þannig virðist augljóst að endurkröfuréttur á sveitafélagi sé fyrir stað, ég get ekki lesa öðruvísi, fyrir framkvæmdunum virðist vera til staðar. Og því virðist þannig ranglega haldið fram að kostnaður leggist alfarið á World-Class, nema það sé þá hreinlega bara búið að ákveða að World-Class muni ekki ljúka starfsemi á árinu. En ég get að minnsta kosti ekki skilið máli öðruvísi. En ég vil taka það skýrt fram, ég hef gjarnan verið og mun eflaust áfram verða viðskiptavinur World-Class og þekki persónulega ekki rekstur þeirra af öðrum góðu. En hins vegar þessi aðdragandi af hálfu sveitafélagsins sem bæjarfulltrúar hafa bókað hefði þurft að vera vandaðri,
sérstaklega eins og við höfum bent á í ljósi ítrekkaðra kærumála vegna einmitt heilsuræktar innan íþróttamiðstöðvar. En nú er að minnstakosti áhugavert að sjá framvinduna og útboðið og ég ekki annað en að þar hafi verið vandað einstaklega vel til verka í kjölfar þessara vandamála og ég óska öllum hlutaðeigandi aðilum góðs gengis í framhaldinu því að þegar á öllu botning hvolft þá það auðvitað mikilvægasta atriðið að íbúum sveitarfélagsins standi til boða fyrirmyndar heilsuræktar aðstaða en á sama tíma mikilvægt að við gætum jafnræðis, gegnsæis og sanngirni í samningamálum til að ekki sé hægt að draga góðan og fyrst og fremst heiðarlegan ásetning sveitarfélagsins í efa. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá umræðu lokið. Liður 15.10 skipulag nefnda og ráða liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Orðið lausn, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Æruverðugur forseti, ég vil í stuttu máli þakka hópnum sem að vann skýrslu til bæjarráðs fyrir sína vinnu. Í honum áttu sæti Helga Jóhanna Harðardóttir, bæjarfulltrúar Helga Jóhanna Harðardóttir, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Margrét Rós Ingólfsdóttir. Og þar lagðar fram svona ákveðnar fabulerseringar það hvernig vinnuálag í ráðum og nefndum bæjarins, auk þess sem að það eru þar ákveðnar tillögur það hvernig gera má kjör og kaup á kjör þeirra sem starfa í nefndum og ráðum á vegum Vestmannaeyjabæjar eðlilegri og hvað telst eðlilegt í því samhengi. Og ég held að ég hafi á 2 fundum nýrrar bæjarstjórnar tekið þátt í því, nýkjörinn fulltrúi í bæjarstjórn tekið þátt í því að á fyrsta fundi að þá það fyrsta sem að ný bæjarstjórn gerir, það að ákveða hvað hún ætlar að fá í þóknun fyrir að vera bæjarstjórn og svo setur hún sjálfa sig í sumarleyfi. Það eru fyrstu verk nýra bæjarstjórnar og þetta auðvitað svolítið sérstakt að gera þetta. Þannig að ég held að það sé mjög gott fyrir okkur að hafa þessa skýrslu undir höndum og geta þá svona áttað okkur á og glöggvað okkur á hvernig vinnuálagið í þessum ráðum og tekið síðan ákvörðun það hvað telst sanngjarnt og eðlilegt að sé meðal annars þóknun fyrir setu í þessu. Og bæjarráð fékk þessa skýrslu í hendurnar og fór yfir þær tillögur sem þær eru til settar fram og tók afstöðu til einmitt þeirra tillagna sem að voru í skýrslunni kaup og kjör og greiðslur til handa þeim sem sitja í ráðunum að nefndum. Og síðan eru náttúrulega í þessu tillögur sem snúa að vinnuálagi, hvort að það sé hægt að færa til verkefni og svo framvegis og það kannski eitthvað sem að bara áframhaldandi vinna en fyrst og fremst að þá vil ég þakka þeim sem áttu sæti í þessum hópi fyrir sína góðu vinnu. Ég var vakin upp í Kanada man ég til viðtals við hópin 5 tímum á undan öllum öðrum. En þetta var bara virkilega vel gert og þær eiga hrós skilið þessi þó að mjög hafi hallað á annað kynið í þessum hópi að þá þetta mjög góð vinna og bara vel gert. Takk fyrir þetta. Njáll Ragnarsson, vilja orðið laust. Margrét Rós Ingólfsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að byrja á að þakka Njáli Ragnarssoni fyrir hlýju orði í garð okkar 3 en það verður nú að segjast eins og að karlmennin í bæjarstjórninni voru ekki að bíða í röðum eftir að taka þátt með okkur. Svo það sé nú bara sagt. En ég starfaði í þessum hópi með bæjarfulltrúunum Helgu Jóhannu Harðardóttur og Jónu Sigríður Guðmundsdóttir og með okkur satt Drífa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Ég held að það hafi verið mjög góð þverpólitísk samstæða í þessum hóp en bæjarfulltrúarnir Helga og Jóna koma þá bara upp og greina frá einhverju öðru en það þeirra upplifun. Í það minnsta var niðurstaða hópsins einróma þær breytingar sem við leggjum til að byrja verða að fara í. Allir sammála því að það sé hægt að gera betur og skerpa á ýmsum verkferlum og vinnubrögðum
áður en farið er í stærri breytingar. Einnig var hópurinn sammála því að nýta 1 ár í að breyta og bæta og staðan verði svo endurmetin eftir það. Eitt af því sem við fórum yfir að bæta þyrfti er að mál sem heyra undir fagráð eru ekki í öllum tilfellum tekin fyrir með formlegum hætti og þá kemur einnig fyrir að fundagögn berist seint, eru ófullnægjandi eða í sumum tilfellum að þau berist bara alls ekki. Í því samhengi langar mig að nefna mjög nýlegt dæmi. Klukkan 3 síðastliðinn mánudag fór fram fundur í framkvæmda og hafnaráði. 8 mál voru á dagskrá. Í hádeginu sama dag, 3 klukkutímum fyrir fundinn, fór ég sjálf inn á fundagátt Vestmannaeyjabæjar til að átta mig betur á þeim málum sem taka átti fyrir. Það lágu fyrir fundagögn í 2 málum af 8. 3 mál voru með innbókunum að framkvæmdastjóri myndi kynna stöðu framkvæmda á fundinum en engin fylgigögn fylgdu. Það segir sig sjálft að við slíkar aðstæður er nánast ómögulegt fyrir fundamenn að undirbúa sig með eðlilegum og faglegum hætti. Þá vaknar einnig svo spurning hvort að bæði nefndamenn í ráðinu og bæjarfulltrúar séum að sinna eftirlitshlutverk okkar sem við höfum samkvæmt lögum skyldu til þess að fylgja. Fundagerð þessara fundar hefur nú verið birt á vestmannaeyjar.is og þar koma fram punktar um framvindu málana, alls ekki framvinduskýrslur eins og kemur fram í bæjarmálsamtekt að eigi að koma fram. Og eflaust er hægt að deila það hvort að 2-3 punktar um framvindu framkvæmdar sé fullnægjandi en á mínum mati er það ekki, sérstaklega þegar við erum að ræða framkvæmdir sem kosta fleiri tugi milljóna. Þetta er ekki smávægilegt atriði, heldur eitthvað sem verður að vera í lagi og við eigum ekki að taka létt. Annað sem ég langar að nefna, sem við reyndar sem hópur eyddum ekki miklum tíma í að ræða, en gerðum þó, það eru bókanir á fundum þar sem ákvarðanir eru teknar í samræmi við umræður á fundi. Við Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, höfum nú stundum rætt þetta og erum sem betur fer sammála því að við ætlum ekki að bóka svona framar en við ekki reyndar við höfum gert það einhvern tímann, en erum allavega á sömu skoðun að slíka bókanir segja ekki neitt. Hverja voru þessi umræður á fundinum? Hverju komum með hvaða sjónarmið? Hvað rök lágu á bak við niðurstöðunni? Það er ekki bara upplýsingagjöfing gagnvart okkur sem sitjum í ráðum og nefndum og í bæjarstjórn, þetta er líka gagnvart íbúum sveitarfélagsins sem við verðum að rækja. Ég veit að slíka bókanir eru einfaldir og eðlilega skiljum við sem sitjum fundina öll hvað við erum að meina, en það tókum við þátt í þessum umræðum. En einfaldleikinn má ekki vera til þess að við fórnum gegnsæi og ábyrgð okkar á upplýsingum til bæjarbúa eða jafnvel bara til hvors annars. Það er ekki nóg að ákvarðanir séu teknar. Það skiptir líka máli að setja rekja þær og fara yfir hvernig þær eru til og þá dugar ekki að vita að þær séu bara í samræðu við umræður á fundi. En mér heyrist með að við umræðu hér fyrir í dag í öðru máli að það séu allir aðalega sammála því að betri upplýsingagjöf sé að því góða. Og mér langar með að leyfa forseta að lesa stöðu bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja ánægjulegt að brugðist hafi verið við meðal annars ábendingum kerfislegan lýðræðishalla, fækkun málafjölda á fagráða og takmarkaðar upplýsingagjöf. Undirrituð binda vonir við að afrakstur vinnunnar verði jafnara fundaálag, fleiri mál verði tekin fyrir á fagráðum með auknu upplýsingaflæði og gegnsæi við ákvarðanatöku. Undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Margrét Rós Ingólfsdóttir, Helga Jóhanna Haraldóttir, skjölsvel. Forseti. Já, ég þakka Njáli Rafnisinni líka fyrir hlý orð hérna og Margrét Rós Ingólfsdóttir er rétt að þetta var alveg algjörlega þverpólitískt og mjög gott samstarf hjá okkur og Jónu Sigríði Guðmundsdóttur. Og þetta var virkilega, þetta var ótrúlega áhugaverð vinna og alveg gaman að fara í gegnum þetta og svona aðeins að pæla og skoða og sérstaklega þegar við fórum svona aðeins að grúska í málafjölda á fundur ráðana og það var líka bara svolítið svona gaman að sjá hvar er okkur að yfirsjást og hvar getum við bætt okkur og auðvitað getum við alltaf gagnrýnt og gert betur. Og mér langaði bara svona aðeins að bregðast við að því að Margrét Rós, þú talaðir um ábyrgð okkar gagnvart því þegar við mætum á fundi og slíkt. Að því að nú sit ég í framkvæmda og hafnaráði sem var á þessum fundi sem var hérna mánudaginn. Og ég vildi bara að það kæmi fram að á sunnudeginu fyrir fundin þegar ég sest niður og ætlaði að fara að undirbúa mig fyrir fundin að þá teki eftir því að þar voru gögn sem mér
fannst ekki gögn sem mér fannst að vera þarna inni og ég sendi á formanninn og óska eftir og spurði út í þetta. Og ég bara tek undir þessa gagnrýni með það og auðvitað á þetta að vera betra. Við viljum hafa þetta almennilegt og við bara getum gert betur. Ég bara sammála því. Takk fyrir þetta. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo. Forseti, þetta er að vera lofræða þessa bæjarfulltrúa sem voru í þessari nefnd og það er bara mjög gott að svona vinnulag sé yfirfæri reglulega. En það kannski má bæta við það sem bæjarráð samþykkti og við tillögurnar á það að til þess að þetta virki og ég kaupi alveg það sem Margrét Rós Ingólfsdóttir sagði hérna áfram með umræður á fundinum og þú getur ekki fundið eitt einasta ráð í gegnum tíðina sem hefur ekki bókað þetta. Og þetta er ekki upplýsandi og það er alveg rétt og ég held ekki endilega að þetta sé að því fólk einhvern veginn finnst það þægilegt. Ég held að sé frekar kannski töluvert mikið sem þarf að ná saman til að klára og svona en við getum auðvitað sem bæjarstjórn tekið bara ákvörðun það að breyta vinnulagi við ritum fundargerða. Við getum auðvitað bara falið bæjarráði að setja bara ákveðna reglur ritum fundargerða. Við erum með kafla það í bæjarmálasamþykkt, við getum auðvitað líka gert vinnureglur og það eru vinnureglur til dæmis sem að við höfum tekið á þessu bara núna undanfarin ár varðandi það að það verða að vera innbókanir í málum. Fólk verður að vita sem les út í bæ hvað var talað, það getur bara ekki verið niðurstaða, það þarf að vera reifun. Þannig að ég held að það sé hægt að gera mikið betur en ég held að það sé líka bara mikilvægt og bara ég fer þess að leit bara við formann bæjarráðs að bæjarráð taki þetta bara á dagskrá hjá sér. Að skoða aðeins þetta form, hvort við getum einhvers staðar tekið utanum, hvort það þarf að gera það formlega, hvort það sé nóg að þetta séu vinnureglur. Að því auðvitað getum við ekki ákveðið hvað kjörnir fulltrúar vilja bóka. Þetta er svona, en ég bara er algjörlega sammála. En það er En við höfum farið í svoleiðis vinnu en við þurfum kannski bara að bæta við hana. Og það var farið í þetta meðal annars fórum við og skoðuðum það að því að það var ósamræmi milli upplýsingagjafar í fundargerðum. Og sko ég er alveg viss að bæjarráður líka sagt að bóka svona en það er alveg mjög miklar upplýsingar í fundargerðum bæjarráðs. Bæði innbókanir og í langflestum málum það miklar upplýsingar. Og þetta er auðvitað ekki endilega sko fyrir okkur, þetta er fyrir íbúa líka og líka fyrir söguna og rekjanleikan og ég tek alveg undir það. Og það er líka bara mikilvægt að við bara komum þess ekki endilega á framfæri hér í pontu í bæjarstjórn, að við séum líka bara duglega að halda þess að þeim sem stýra fundunum okkar og þeim sem eru yfir ráðunum og nefndunum og svoleiðis. Að það er bara mikilvægt líka þetta eftirlitshlutverk eins og Margrét nefndir og ég held að við séum bara, það er alltaf að vera meira og meiri krafa upplýsingar og íbúar vilja meira og við búum á upplýsinga eða lifum á upplýsingaöld og á minni ævi, rúmum 50 árum, þá er alveg gríðarleg breyting á því sem að koma fram á þeim upplýsingum sem fólk vill hafa og það er bara eðlilegt að fólk vilja upplýsingar. Þannig að ég get bara mörgu leyti tekið undir þetta og vil bara benda á það að við vorum bara alveg sammála að fara í gegnum þetta. Þetta var ekki þannig að við höfum verið að reyna að gera þetta ekki. Og þetta er bara mikilvægt og bara fyrir okkur öll og líka þá sem á eftir okkur koma í þessu starfi. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég ætla bara líka að fá að taka undir með þeim sem hafa komið hér áður og þakkað hópnum sem vann þessa yfirgripsmiklu vinnu þeirra störf. Það var augljóslega vandað vel til verka og skýrslan var mjög fræðandi og með leyfi forseta þá stendur í skýrslunni að í sumum ráðum mætti fjölga málum og hafa fjölbreyttari til að auka virkni og þáttöku og jafnvel málefnaskipta fundum. Tækifæri eru til að bæta upplýsingaflæði, jafna álag, endurskoða greiðslur og virkja betur stuðningshópa og notendaráð sem myndi auka skilvirkni, sanngirni og ánægju með störf ráðanna.
Og svo kannski í framhaldi líka bara þeirra umræðu sem er búin að vera hérna í pontu þetta mál, að bara eins ef við tökum bara sem dæmi varðandi tillögur. Og við sjálf hér hjá bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum ekkert saklaus á því að það að leggja fram tillögur samdægurs án þess að aðrir fulltrúar hafi fengið að sjá hana auðvitað ekki líklegt til árangurs. Og það bara gengur gegn því sem að eins og bæjarfulltrúar Margrétar Rós Ingólfsdóttir kom hérna inn á að fulltrúar geti með góðri samvisku tekið upplýsta og ábyrga ákvörðun ef þeir hafi ekki haft umþóttuna tíma til þess að velta tillögunni fyrir sér, möguleika á að senda inn fyrirspurnir vegna hennar og undirbúið sig faglega. Þannig að þetta gríðarlega mikilvægt og ætti auðvitað að vera almenn regla, þó svo auðvitað komi upp mál skyndilega sem að eru þess eðlis að gefi kannski ekki mikinn frest. En sum mál eiga klárlega að fara á dagskrárráð eins og er búið að tala hér framvinduskýrslu framkvæmda fyrir framkvæmda og hafnaráð, en þessi vinna var augljóslega þörf og kemur meðal annars í kjölfar ábendinga. Það sem var bent á að því virðist og eins og kemur fram í bókun vaxandi kerfislægan lýðræðishalla, þar sem að málafjöldi bæjarráðs hafði aukist verulega á meðan að málafjöldi annarra ráða hafði dregist saman. Þannig að skekkjan varð enn meiri. Og það má draga þar ályktanir af þessari góðu vinnu að það séu tækifæri til úrbóta og tryggt verða þau mál sem eigi að fara til ráðana fari sannarlega þangað. Framvinduskýrslur verði teknar fyrir og margt fleira. Eins þótti mér vel til fundið að skoða fundaálag og láta greiðslur taka meira mið af fundaálagi en gert hefur verið hingað til. Og ég vil bara aftur þakka þessa vinnu og bind vonir við að hún verði meðal annars til þess að gagnsæi við ákvörðunartöku aukist, álag ráða jafnist betur, viðeigandi mál verið tekin fyrir hverju ráði og upplýsingaflæði jafnt til kjörna fulltrúa en ekki síst bæjarbúa aukist. Takk. Gísli, varst þú búinn að biðja orðið líka, Njáll? Gísli Stefánsson. Já, forseti bæjarfulltrúar, já, ég ætla bara að taka í sama streng og aðri hérna, þakka fyrir þessa bara góðu vinnu. Hún mjög upplýsandi, sérstaklega fannst mér hún upplýsandi varðandi mitt ráð. Þetta, eitt af því sem hefur verið að komið svolítið ljós í fjölskyldu- og tómstundaráði og að við þessa yfirferð að málaflokkarnir sem að mega renna meira þar í gegn og má upplýsa meira það. Þeir eru tölvöld fleiri heldur en hafa verið teknir fyrir á undanförnu og ég held að það sé bara góð brýning til bæði þeirra sem að halda utan um sviðið og eru sérstaklega formenn ráðana að bara skoða vel þá málaflokka og ég hef hvort að það þurfi ekki bara að upplýsa örlítið meira þá og eins þá bara ýta á eftir því að vinnan haldi áfram þar sem að kannski upp á vantar. Eðlilega er okkar góða starfsfólk sem vinnur hérna hjá bænum mismunandi upptekið í málaflokkum bara eftir álagi innan þeirra en það er líka mjög gott að við séum reglu upplýst því að það þarf líka að halda okkur á tánum ekki bara við að halda starfsfólkinu á tánum heldur að þetta gangi í allar áttir og þannig myndum við góða heild. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir þá umræðu sem að hér hefur átt sér stað þennan lið í Hundakjarbæjarrás og mér láðist nú reyndar, ég fekk nú athugasemd við það frá kollega mínum að mér láðist að þakka starfsmanni hópsins fyrir sína vinnu. Ég þakka bara hópnum en auðvitað eru starfsmennir mikilvægir í þessu öllu og bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir, ég get tekið undir margt sem að kom fram í máli hennar hér áðan og ég held að þetta sé góð brýning til allra nefnda og allra ráða og allra þeirra sem sitja í þessum ráðum að það er mjög mikilvægt að við séum vel inn í þeim málum sem eru þar og til umræðu, því sem að þar verið að fjalla og ekki síst það sem að
kom fram í máli Margrétar Rósar bæjarfulltrúa hér áðan, að það er þessi skýrleiki í fundargerðum sem að ég held að sé alltaf hægt að gera betur. Og ég fór nú og leitaði í síðustu fundargerð bæjarráðs til dæmis og þá er í 2 málum þar sem að kemur fram að það er tekin ákvörðun í samræðu við umræður á fundinum. Þetta er ekki gert af illum hug og ég held að bæjarfulltrúin Margrét Rós sé ekki að gera okkur það að gera þetta af illum hug, heldur má þetta eiga sínar eðlilegu skýringar en þetta má samt koma, það má vera meira gagnsæi í þessu og ég get alveg vel tekið undir það með bæjarfulltrúan. Þannig að þetta er góð umræða og ég held að við munum vinna bara áfram með hana hér í bæjarstjórn og í bæjarráði og bara fínt að hafa þetta vel til umræðu hér. Ég ætla að loka mínu máli á því að lesa upp eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Undirrituð lýsa ánægju með vinnu hópsins enda þverpólitísk samstaða niðurstöðurnar. Mikilvægt er að vinna áfram að því að auka upplýsingaflæði og skýrleika fundargerða. Takk fyrir þetta, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá tökum við afstöðu til tillögu sem er einföld, bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta gjöra svo vel og gefið merki, það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 15.15 í sömu fundargerð, málstefna liggur fyrir til staðfestingar, orðið er laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs, umræðu er lokið við greiðum atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta umrædda málstefnu gjöra svo vel og gefið merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 15.1, 15.3, 15.6, 15.7, 15.9, 15.11 til 15.14 og 15.6 til 15.21 liggja fyrir til upplýsinga. Þá er tekið fyrir 16. mál á dagskrá, fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 324. Liðir 16.1 til 16.4 liggja fyrir til upplýsingar. Tekið er fyrir 17. dagskrármálið. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 402, liður 17.1, opið bréf, varðandi dagvistunarmál liggur fyrir til umræðu Íris Róbsdóttir. Forseti, já. Opið bréf varðandi dagvistunarmál var tekið fyrir í fræðsluráði núna miðjan janúar en bæjarráð hafði tekið þetta mál inn áður af því að það er orðið töluvert langt síðan bréfi barst og það var mjög langt í bæjarstjórnarfund en í millitíðinni þá hitti ég og hún Helga Sigrún Þórsdóttir sem að fer með þessi mál hjá okkur á skólaskrifstofunni, þennan foreldrahóp og það var bara gagnlegur og góður, gagnlegt og gott samtal sem átti sér stað og þau fóru yfir það sem verið var að benda á og tala og hvaða áhyggjur þessi hópur hafði sem auðvitað var bara mjög, hvað ég var að segja, þetta var bara mjög málefnaleg og bara gott samtal og á fundi ráðsins sko í rauninni vísar svo bæjarráð, ég bara farið gegnum það hverju málið er komið inn til fræðsluráðs af því það var sent á bæjarstjórn og í samráði við þennan hóp þá tókum við ákvörðun að taka málið inn í bæjarráð til þess að geta vísað þig inn í fræðsluráð og þau voru alveg sátt við það, þessi hópur og svo tók bæjarráð í rauninni bara vísar málinu áfram og það er fræðsluráð sem tekur svona efnislega umræðu um málið og það var lögð fram tillaga sem var í 3 liðum og miðar að því að mæta því sem gagnrýnt var í þessu bréfi eða ábendingar og svör við og það var meðal annars tekið við með heimgreiðslana og það er nú annað mál þannig að ég ætla nú ekki að fara mikið í það núna heldur tek það í næsta máli og svo var auðvitað að hvort að við getum aftur komið á stað þjónustu dagforeldra. Þegar við byggum við þá, ég ætla ekki að segja lúxusvandamála því það er ekki lúxusvandamál þegar börnum fækkar, en þegar við vorum í því ástandi að við gátum tekið mjög ung börn inn á leikskóla og það er stefna að börn frá 12 mánaða aldri geti komist inn í leikskóla í næstu inntöku. Það eru áhyggjur af því að það mun ekki ganga neitt sérstaklega vel núna næstu mánuðum og því þarf við að bregðast við því.
þrátt fyrir það sé búið að fjölga öllum þessi tæplega 60 leikskólapláss. En dagforeldrarnir eru mjög mikilvægir til þess að brúa bilið, en þegar var farið að taka inn svona ung börn að það var ekki lengur starfsgrundvöllur fyrir dagforeldra. Og mér líst mjög vel á þá tillögu, þessu er enda vísað inn í bæjarráð því það fylgir þessu kostnaður. Mér líst mjög vel á þá tillögu að fara onni í það að hvort að við getum ekki komið þessu dagforeldrakerfi aftur á, og það verður bara liggja minnisblað fyrir bæjarráði kostnað og annað sem að framkvæmdastjóri sviðsins fer í gegnum, en væntanlega fer hann af heimgreiðslukostnaði vegna þess að börn sem eru komin inn til dagforeldra eru ekki líka á heimgreiðslum. Þannig það er eitthvað samspil þarna á milli. Og svo auðvitað að taka þetta samtal við leikskólastjórnendur að inntaka verð nemenda á Víkina í vor. Og þetta er auðvitað bara eins og stendur þarna, þetta er auðvitað bara samtal. Það er auðvitað bara leikskólastjórnendurnir og hvernig þetta er allt saman, hvort að það sé hægt að gera einhverja breytingar, hvort það sé einhverjir sem vilja fara yfir, hvort það sé val. Hér er ekki verið að tala neina þvingun eða neitt, en mér finnst eðlilegt að þetta sé skoðað, að þetta er partur af því sem kallað var eftir. Og það er bara, eins og ég segi, mér finnst það er til og voru til reglur varðandi það hvernig ætti að bjóða á þjónustu dagforeldra, þú veist hvað við gerum, það er ákveðin styrkur í upphafi, það þarf auðvitað leyfi, það þarf aðstöðu, og við eigum regluverkið allt þó það sé ekki í virkni núna. Þannig að ég býð spennt eftir að skoða þetta, og forseti, ég mun áskilja mér rétt að fara yfir breytingarnar á heimgreiðslunum undir næsta lið. Takk. Takk fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já. Við erum hér að ræða enn og aftur heimgreiðslur. Við höfum rætt þetta undir þessu formi svo sem áður. Það var auðvitað þetta erindi sem var bara greinagott og einlægt frá bréfriturum, þar sem að meðal annars var verið að benda á hversu fáir foreldrar falla undir þessi tekjuviðmið. Og þetta auðvitað svona, hvað ég var að segja, opinberar það sem að ég og Halla Björk Hallgrímsdóttir, fulltrúar inn í fræðsluráði, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins inn í fræðsluráði, höfum ítrekað bent á að þessi tekjutenging, hún í rauninni grefur undan tilgangi heimgreiðslnanna. Heimgreiðslur, tilgangur þeirra hefur fyrst og fremst verið sem jákvæður hvati fyrir foreldra sem hafa þess nokkurn kost á að seinka leikskólagöngu sinni, geri það. Og þarna leið og við erum komin með fjárhagslegan hvata, að þá drögum við úr þeirri miklu eftirspurn sem við erum að glíma við. Og við erum að sjá það núna, eins og kemur greinilega fram í þessu bréfi, að eftirspurnin er orðin vaxandi, börn eru það er farið að tikka hratt inn á biðlista, þessi 12 mánaða börn, og það eru bara örfá prósenta foreldra sem að falla undir þessi tekjuviðmið. Og þess vegna er það svona okkar skilningur, okkar Höllu Bjarkar að þetta hafi verið, að það sé svona gætir einhvers misskilnings hreinlega tilgang heimgreiðslna. Af því að tilgangur heimgreiðslna virðist allavega eins og staðan núna hjá meirihlutanum vera sem félagslegt jöfnunartæki. Þar sem er verið að miða sérstaklega þeim sem eru tekjulægri og í rauninni draga úr eftirspurn einungis tekjulægri foreldra til þess að fara með börn sín inn á leikskóla. Og mér finnst þarna bara vera í rauninni verið að vinna, eins og ég segi, bara gegn tilgangi heimgreiðslna. Auðvitað eru tekjulægri foreldrar eru með önnur félagsleg úrræði ef þeir eru tekjulágir, af því að allavega hvað mig varðar þá eru við að reyna að draga úr þessari eftirspurn, ekki bara hjá þeim sem eru með minna milli handana, heldur öllum. Og þannig getum við reynt að koma fleirum að. Og þess vegna höfum við aðrar tillögur,
aðri hlutar þessara tillögu sem að ágætt að nefna það með umræðuna sem búið að vera hér fyrir á fundinum sem barst samdægurs inn á fundinum, þannig að og við ræðum það betur á hérna í næsta lið af því að við gerðum athugasemd við það þar. En þessir 3 liðir eins og bæjarstjóri kom inn á, breyting verði gerð á tekjuviðmiðum, skoðuð verði að bjóða á ný þjónustu dagforeldra og samtal við leikskólastjórnendur að inntaka nemenda á víkina verði í vor. Og við fögnum klárlega lið 2 og 3 og hefðum mikið vilja geta samþykkt þá þætti en gátum engan veginn samþykkt tillögu að breyta eða hækka tekjuviðmið. Vissulega er það betra að tekjuviðmiðin séu hækkuð en að en ekkert hefði verið aðgert af því að klárlega eru þá fleiri vonandi foreldrar sem falla undir þessi viðmið. En við hefðum mun frekar vilja afnema tekjutenginguna líkt og við höfum ítrekað minnst á. Þannig að með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa stutta bókun sem svohljóðandi. Við teljum tekjutengingu heimgreiðslna vinna gegn tilgangi heimgreiðslna sem ætti að þjóna sem hvati fyrir alla foreldra óháð efnahag og seinka leikskólagöngu barna sinna eins og kostur en ekki bara hinna tekjulægri og tökum því undir bókun minnihlutans í fræðsluráði og undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta. Íris Róbersdóttir, skilur svo vel. Forseti, ég er aðeins rugluð. Mér finnst eins og við séum bara að ræða heimgreiðslurnar. Ég held að það væri næstu liður. Þannig, já, þetta er skörun, þannig að það hefði kannski bara verið gott að ræða þessa liði saman vegna þess að þetta er í rauninni, og þess vegna fór ég ekkert inn á heimgreiðslurnar af því það er sér liður fyrir þær. Þannig að ég er að hugsa að halda mig við það en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru að bóka heimgreiðslurnar undir þessum lið. Þannig að við erum aðeins, þannig spurning hvernig við leysum það, þetta var svona tæknileg spurning. Takk fyrir þetta. Hildur Sólberg Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, já, kannski til þess að svara þessu þá erum við í rauninni náttúrulega bara að taka undir bókun fulltrúa í ráðinu sem er svohljóðandi undir þetta geta ekki samþykkt fyrirliggjandi tillögu þar sem við myndum vilja afnema að fullu tekjutengingu vegna heimgreiðslna en erum jákvæðir gagnvart seinni hluta tillögunar. Þannig að þarna er verið að leggja fram þessar tillögur og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í ráðinu eru þarna að leggja fram af hverju þær geta ekki verið samþykkar því og við erum hreinlega að taka undir hana og útskýra þarna undir þessum samalið. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri ekki hvart sér hljóðs undir þessum lið. Njáll Ragnarsson. Forseti, það er svolítið ruglingslegt hvernig þessi 2 liðir einhvern veginn skarast og hefur svo sem komið þetta fram. Það sem að hér ræðir er náttúrulega þetta bréf sem er frá foreldrum og ég held að ég taki undir það sem að bæjarstjóri fór yfir hérna áðan að þetta bréf var náttúrulega margan hátt mjög gott og góð brýning til okkar sem hér erum og ekki síst til fræðsluráðs stöðu mála í leikskólamálum. Það er náttúrulega, við vitum það að leikskólarnir, það er mismunandi álag bara eftir stærð árganga og svo framvegis og ég held að sé á mörgu að taka til þess að bregðast við svona ákveðnum, við getum kallað þetta lúxusvandamál. Við getum verið sammála það að það sé lúxusvandamál þegar börnum fjölgar umfram það sem að við gerum kannski ráð fyrir. En þennan lið, það er að segja þetta bréf dagvistunarmálin, að þá allan get ég fyrir mitt leyti sagt að ég held að það sé gott að ráðið hafi brugðist við þessu erindi með þeim tillögum sem að þar koma fram og tillögurnar munu síðan fara inn í bæjarráð þar sem að þær fela í sér ákveðinn kostnað. En ég held að það sé gott að þetta virki þannig hjá okkur að það sé brugðist við þegar svona erindi koma fram.
Mér langar, með leyfi forseta, að lesa hérna stuttabókun þennan lið og síðan tökum við heimgreiðslurnar á eftir. En þetta eftirfarandi, með leyfi forseta. Undirrituð þakka bréfriturum fyrir brýninguna og fyrir uppbyggilegan fund með fulltrúum bæjarins. Ánægjulegt að meirihluti ráðsins bregðist við og gerir tillögur til þess að bæta þá stöðu sem uppi Hvað varðar bókun Sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði þar sem vinnubrögð meirihlutans eru gagnrýnd, verður tæplega tekið undir þá gagnrýni enda höfðu fulltrúar minnihlutans öll tök á því að óska eftir frestun málsins ef þörf var á frekari umhugsunarfresti. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Nú háttar svo til að forseti þarf að víkja af fundinum. Ég sé að Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Ég ætla hins vegar að biðja varaforseta, Helgu Jóhannu Harðardóttur, að taka hér við fundarstjórn. Að þessum lið loknum einungis einn liður eftir á þessum fundi og ég treysti því að varaforseti og bæjarstjórn að öðru leyti leiði það til lykta farsællega. Hildur Sólveig, er þú óska eftir? Já, við erum ennþá í sama lið. Já, við erum ekki búin að ljúka. Það var bara að breyta það hans bókum. Breyta bókunni, ertu ekki að bóka? Já, ég skal það bara bóka eftir og breyta hínu bókunni tilbaka. Dregur hann tilbaka. Já, breyta bara hún. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já, það kemur þá bara undir. Það er alltaf Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, við ætlum þá bara að bæta við hér undir nýja bókun sem er þá svohljóðandi. Undirrituð taka undir gagnrýni bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu varðandi upplýsingagjöf til ráðsmanna. Mikilvægt er að virða bæði tíma starfsfólks og áheyrna fulltrúa sem sækja fundi fræðsluráðs, en séu allir fulltrúar ráðsins ekki upplýstir þau mál og tillögur sem taka eiga fyrir, lengir það óhjákvæmilega fundi og gefur fulltrúum takmarkaðan tíma til umhugsunar. Og undir þetta taka allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og mér finnst mjög furðulegt með umræðuna sem hérna búin að vera undan að þetta einhvern veginn sé alveg sjálfsagt að þessi tillaga hafi bara komið samdægurs og það er bara að taka fundarhléi og lengja þarna tíma. Við erum að tala um að við erum að æðstu stjórnendur í skólasamfélagi sveitafélagsins og mér þykir það bara að vera vanvirðing við tíma þeirra að fólki sé ekki gefin umhugsunarfrestur og hérna fulltrúar getur mætt tilbúnir inn á fund. Þannig að mér finnst þetta bara ganga svolítið í berhögg við það sem við erum búin að ræða hingað til. En ég kannski misheyrði eitthvað. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá förum við í lið 17.2 sem eru heimgreiðslur og liggja fyrir til umræðu. Hildur Sólveig. Ok. Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Forseti, já, heimgreiðslurnar og ég satt nú þennan umtalaða fund með þessum foreldrum og það var einmitt farið í gegnum það hvað heimgreiðslurnar og hver væri tilgangur þeirra og akkur þær væru. Og í orði bæjarfulltrúa, í máli bæjarfulltrúa Hildur Sólveigar Sigurðardóttur áðan þá talaði hann að við værum bara fyrirgeðu þetta ekki alveg rétt næstu því þetta væri svona félagslegt úrræði eða svoleiðis. Þetta væri stuðningur á félagslegum forsendum, kannski betra orðalag. Það er það ekki, en það er verið að taka tillit til þess að þeir sem hafa meira getur mögulega séð sig sjálfur. Það snýst þetta. En það sem mig langar að gera varðandi heimgreiðslurnar vegna þess að ég spurði, það var algjörlega ljóst í þessum foreldrahóp að 110.000 væru ekki hvati fyrir neitt. 110.000 er það sem að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilda yrði gert, tekjutengingin yrði tekin úr sambandi og allir fengi 110.000. Meirihlutin lagði til að hækkað yrði 220.000 og að það yrði tekjutenging. Nú er verið að hækka þó tekjutengingu til þess að mæta breytingunum en það var búið að samþykkja þetta að endurskoða reglurnar og tekjuviðmiðin þykja of lág og það er verið að breyta þeim og leggja það til og meirihluti ráðsins samþykkti það og það er hluti af því sem mun fara þá inn í bæjarráð til þess að skoða með þessum tillögum. En það sem að ég og mig langar eiginlega í svar við
Sjálfstæðisflokkurinn segir þarna að þau vilja taka tekjutengingun úr sambandi. Ég myndi vilja svar við því, vilja þeir þá allir fá 220.000 eða allir 110.000? Að ef allir fá 220.000 þá tvöfaldast fjármagniðin í málaflokkin. Þannig það var ekki það sem rætt var síðast þetta var og ég myndi gjarnan vilja bara svar við þeirra spurningu. Fyrir þetta Íris Róbertsdóttir, Hildur Sóley Sigurðardóttir, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, jú, vissulega þetta hárrétt hjá bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur að í mars 2024 þegar við lögðum fram aðra tillögu varðandi afnám á tekjutengingunni að þá lögðum við til 110.000 krónur á alla flatt í staðan fyrir að það væri verið að leggja 220.000 á hina efna minnstu. Þegar við lögðum fram tillögu í fyrsta lið þessa máls að afnema tekjutengingu og hún var ekki útfærð og það hefði þá, ef það hefði orðið samþykki fyrir því að þá hefði það sjálfsögðu verið útfærsluatriði og samningaatriði hvernig, hvaða upphæð væri svona, hvað ég var að segja, ásættanleg að færi þarna beggja bils og allavega nærði að vera sanngjarnara og kæmi til móts við fleiri í staðin fyrir færri og væri nægjanlegur hvati til þess að foreldrar myndu líta á þetta sem kost á sama tíma og að það er hagræði af því að gagnvart kostnaði við þessi börn inn á leikskóla. Þannig að við vitum það auðvitað alveg eins og með dagforeldraúrræðið, auðvitað er dagforeldraúrræðið langt ódýrari kostur fyrir sveitafélagið en á sama tíma er það náttúrulega það faglega starf sem er hjá dagforeldrum auðvitað engan veginn hægt að leggja að jöfnu eins og við leikskólastarf. Þannig að í okkar huga að þá þarf hvatinn að vera jafn til foreldra. Það var vissulega í mars 2024 var lagt flatt 110.000 krónur en annað hefði þurft að skoðast áfram með bara sveigjanleika, möguleika og sanngirni að leiðarljósi. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sóley Sigurðardóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun í málinu með leyfi forseta. Í bókun Sjálfstæðisflokksins í fræðsluráði er vilja lýst til þess að afnema tekjutengingu heimgreiðslna. Í því felst annaðhvort tvöföldun á kostnaði úr 15 í 30 milljónir eða að til þess að halda upphæðinni sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun að lækka fjárhæðina til hvers og eins úr 220.000 í 110.000 líkt og Sjálfstæðisflokkurinn lagði til í febrúar 2024. Er Sjálfstæðisflokkurinn þannig að leggja til að lækka greiðslurnar í 110.000. Mikilvægt er að þessar upplýsingar liggi fyrir þar sem bæjarráð á eftir að fjalla málið. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það hefur verið óskað eftir fundarhlé. Við gefum því 5 mínútur, 10 mínútur.
Og hefjum við fundin aftur, höldum áfram. Einhver sem óskar eftir orði, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, við viljum fá að bregðast við þessari bókun frá meirihlutanum. Hún er svo hljóðandi. Undirrituð telja, og við viljum fá að bregðast við bókun meirihlutans með annarri bókun, hún er svo hljóðandi. Undirrituð telja mikilvægt að skoða málið í heild sinni, ekki liggja fyrir nein gögn sem sýna fram á að kostnaður muni tvöfaldast við afnám tekjutengingar. Í það minnsta hefur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins ekki verið kynnt þau gögn. Það væri óábyrgt að leggja til ákveðna krónutölu án þess að hafa farið yfir forsendur. Það breytir ekki þeirri grundvallar hugsun að tekjutengingin mismunar foreldrum og dregur úr jákvæðum hvata foreldra til að dvelja lengur heima með börnum sín. Undir þetta rita allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, við viljum svara bara með örlítilli bókun að þessi bókun svarar ekki spurningunni og þar heldur liggja þessar upplýsingar ekki fyrir bæjarráð. Hver er vilji? Það er verið að spyrja vilja sjálfstæðis meirihluta, fyrirgefðu minni hluta bæjarstjórnar til þess að taka greiðslurnar niður helming eða helminga þær. Ég þarf fingrafar frá forseta bæjarráðs, eða formanni bæjarráðs að bara verður burtu. Og það liggja þessar upplýsingar fyrir að minnihluta bæjarstjórnar að taka greiðslurnar niður helming. Það eru þetta bara einfalt reiknistæmi. Að bara miða við að það liggur bara fyrir að það eru bara fjöldi barna og ef þú ætlar að tvöfalda greiðslurnar sem eru í gangi. Þetta eru ekki nákvæmar tölur, þær eru ekki neins staðar, heldur eru þetta bara einfalt reiknistæmi. Þannig ég ætla að lesa bókunina því ég er búin að bladra svo mikið í kringum hana svo hún sé skýr. Þessi bókun svarar ekki spurningunni, þar leiðandi liggja þessar upplýsingar ekki fyrir bæjarráð. Í alvörunni. Já. Ég bara skipt tæki hérna. Lesi þetta eins og neinn. Fyrirgefðu forseti, ég ætla með leyfi forseta að ég fór að lesa bókunina án truflana núna. Þessi bókun svarar ekki spurningunni og þar leiðandi liggja þessar upplýsingar ekki fyrir bæjarráði. Þetta er einföld spurning vilja minnihluta bæjarstjórnar til að taka greiðslurnar niður helming. Það er einfalt reiknistæmi að gera ráð fyrir því að séu þær tvöfaldaðar að þær hækki tvöfalt. Takk fyrir þetta, Íris Róbersdóttir, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég fæ þá að svara þessu og kannski taka fram að þetta er einmitt ekkert einfalt útreikningsdæmi af því að þær eru tekjutengdar. Við bæjarfulltrúar erum ekki með vissu upp á hver laun bæjarbúa eru og hversu margir falla undir það. Að tala um þetta sé einfalt reikningsdæmi er bara alls ekki rétt. Hins vegar, þá ætla ég bara að einfalda þetta óskaplega mikið. Og með eftirfarandi bókun af hálfu allra bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem er svo hljóðandi vilji minnihluta er að afnema tekjutenginguna. Það er skýrt, annað er útfærsluatriði. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, það auðvitað þegar verið að afnema tekjutengingu sem að tala að væru mjög fáir sem væru að fá greiðslu, voru rök hér sem komið fram í pontu áðan hjá bæjarfulltrúa. Það er algjörlega ljóst, ef þú afnemur tekjutenginguna, að þá muni þetta hækka nema þú lækkir greiðsluna. Það auðvitað bara einfalt og það er mjög sérstakt að það sé ekki hægt að segja já eða nei. Já með þeim fyrirvara, við viljum ekki fara upp úr þessu, við viljum þá það sé skoðað, en það er alveg ljóst að ef að Sjálfstæðisflokkurinn vildi halda 220.000 án tekjutenginga,
þá myndu þau segja já, vegna þess að það er hægt að fletta því upp hvað eru mörg börn. Þú veist, í leikskólanum, hvað eru mörg börn fætt? Þannig að þetta er bara ástæðan fyrir því að við nefndum þetta hér er að bæjarráð að fara að fjalla um þetta og það hefði bara verið gott að hafa þennan vilja inn í bæjarráði. Takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo er ekki. Þá er það liðir 17.3 til 17.6 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað miðvikudaginn 25. febrúar og er fundi slitið klukkan 16:30.